Góða kvöldið. Núna er klukkan orðin 8:30 og við ætlum að byrja. Frábært að sjá hvað eru margir hérna á skjánum og ég byrja strax á því að nefna að fundurinn er tekinn upp og það verður hægt að nálgast hann seinna eftir fundinn opinberlega á netinu. Og slóðinn var hægt að finna í tilkynningunni viðburðinn. En ég get sendt þetta líka aftur í ýmsa hópa á Facebook þannig að það finnst. Sérstakar þakkir þeim sem ætla að vera með erindi í kvöld, sem eru Ólafur Dýrmundsson, Holger Tóms, Egill Gautason, Ada Björg Rún Ásgeirsdóttir, Jón Elvar Hjörleifsson, Laufeyr og Þröstur. Ég vona að þið eru öll mætt. Hver er tilgangurinn með fundinum? Það hefur verið mikið umræða síðan skýrslan hagkvæmni mismunandi kúakynja birtist í byrjun desember. Þessi skýrsla er til og aðgengileg en það er margt meira sem þarf að hugsa og tilgangurinn með fundinum er að bjóða upp á frekari upplýsingar, bæði staðreyndir og skoðanir. Til að bara geta tekið tillit til sem flestra atriða sem skipta máli. Og þessi fundur á að vera upphaf þess. Spurningin innflutning kúakyns er grundvallaratriði sem snerti mjög margt, sem varða í rauninni íslensku þjóðina alla. Og þetta er eiginlega ekki einkamál stakra kúabænda. Þess vegna sem sagt er nauðsynlegt að skoða þetta allt sem best. Ólafur, myndi ég vilja biðja þig að byrja með fyrsta erindið og kannski varðandi fyrirkomulagið myndi ég leggja til að ef það eru spurningar má spyrja strax eftir erindið í hvert skipti og svo verður opin umræða í lokin þar sem hægt verður að ræða ýmislegt sem kom ekki beint fram kannski í erindinu. Já, Ólafur, gerðu svo vel. Já, góða kvöldið öll saman. Karolína gat þess í kynningunni að þetta væri málefni sem varðað okkur öll. Þar sem við erum að ræða verðmætar erfðaauðlindir og það er nú ekki að segja mikið bakgrunnin en það er rétt að við heyrið í mér almennilega. Já, ég held það. Já, allt í lagi. Það er dálítið mikið hávaði hérna af flugelda skotum og sprengingum en það truflar vonandi ekki. Við erum með alþjóðlegar skuldbindingar varðandi þessi mál og það er samningur það, alþjóðlegur samningur, allar götur frá 1992 og síðan erum við náttúrulega hér innanlands þá er það Bændasamtökin og RMT sem eru hafa umsjón með skýrsluhaldi og kynbótastarfi. En aftur á móti er það erfðanefnd landbúnaðarins sem hefur það hlutverk samkvæmt búnaðarlögum, sömu lögum og BÍ og RML vinna eftir, að veita sem sagt hagsmunaaðilum og stjórnvöldum ráðgjöf varðveislu og nýtingu erfðaauðlinda í landbúnaði. Þannig að ég reikna með því að áður en langt líður, þá muni erfðanefndin taka þetta fyrir. Ég mun vísa töluvert í rit Landbúnaðarháskóla Íslands númer 174 samanburð á rekstrarhagkvæmni mjólkurframleiðslu á Íslandi með íslenskum og erlendum mjólkurkúakynjum. Þetta er marganátt hin ágætasta skýrsla sem felur í sér margvíslegar upplýsingar. Hún er mjög áhugaverð og sú skýrsla hún hlýtur að verða grundvöllur hugleiðinga og umræðina kosti og galla þess að
flytja inn erlent erfðaefni, en þó á henni hnökrar og höfundarnir gera nú grein fyrir þeim, sumir þeirra. Þeir segja til dæmis að þær niðurstöður sem komi fram séu háðar ýmsum forsendum sem, eins og þeir orða það, eða þá orða það, sem við höfum í mörgum tilfellum ekki mikið til að byggja á. Þetta heiðarlega framkomið að þetta erfitt og vankantar á þessu. Svo til dæmis sleginn varnagli í skýrslunni á blaðsíðu 41 að hvaða erfðaeiginleikar kunni að reynast mikilvægir við ófyrirséðar aðstæður geti verið alls ótengt því sem talið er mikilvægt fyrir framleiðslu nútímans, og það er mikilvægt að þetta komi fram því að við erum að tala náttúrulega um nútíman og það er erfitt að ráða í framtíðina og spá nokkuð fyrir það hvernig þessar erfðaauðlindir muni nýtast í framtíðinni. Það er vandamál í öllum heiminum, svokölluð eyðing erfðaefnis. Hún er í gangi og hefur lengi verið og það er að verulegu leyti vegna þess að í ýmsum löndum þá hafa innflutt kyn rutt heimakynjunum úr nýtingu við framleiðslu margvíslegra afurða, svo sem mjólkur. Síðan er vandamál í þessari umfjöllun skýrslunnar varðandi gögnin. Það eru vankvantar við hagkvæmniútreikningana, til dæmis að gögnin sem voru notuð í Norfor, þau eru að minnsta kosti 20 ára gömul og nýrri upplýsingar voru ekki teknar inn. Og hinn liðurinn sem áreiðanlega margir njóta að faktorkostnaður, svo sem við breytingar á básum vegna stærri kúa, nema þá Jersey-kúa, og hugsanlega einnig á mjaltaðstöðu. Þetta var ekki tekið með í símhörd útreikningunum. Þannig að við framleiðarreikningin þá er aðeins notaður breytilegur kostnaður eins og venjan er við slíka reikninga. En svo er margt fleira sem að kemur þarna til álita og sumt er nefnt í skýrslunni og annað ekki. Það getur verið til dæmis tap á litafjölbreytni, þörf á afhorfnum kálfa, meira álag þyngri kúa og gróður og jarðveg, sérstaklega í nágrenni fjósa, sérstaklega það sem er votviðrasamt, og síðan er það hæfileikar viðkomandi kynja til að ganga til beitar að minnsta kosti 2 mánuði á sumri. Og síðan er þáttur þarna sem hefur verið rannsakaður töluvert og það eru breytingar á efnasamsetningu mjólkur, sérstaklega vegna mjólkurpróteina sem gætu tengst vörn gegn sykursýki í börnum og ostagerð. Það liggja fyrir rannsóknar niðurstöður frá því upp úr aldamótunum frá Braga Ólafssyni og fleirum á rannsóknarstofnun landbúnaðarins sem gáfu vísbendingar að það áttina. Nú síðan kemur að sjálfum verndunarþættinum og mig langar til að leggja mikla áherslu á hann að það segir í orðrétt í textanum varðandi innflutningsáformin. Óhagkvæmari mjólkurframleiðslu með íslenskum kúm og þörf á að beita kynbótastarfinu nær eingöngu í þágu viðhalds erfðafjölbreytileika veldur kostnaður sem þarf að koma til móts við. Sá kostnaður er samt lítill miðað við metin ávinninga nýju kúakyni í mjólkurframleiðslunni. Þarna hljóta mörg okkar að spyrja, verður verndunarkostnaðurinn tiltölulega lítill? Þetta er erfitt, mjög erfitt viðureignar, en mér finnst þetta vera svona gefa til kynna að skýrsluhöfundar þeir reikni með því að þetta sé tiltölulega lítill kostnaður miðað við þann hag sem að fengist af innflutningi. Við skulum aðeins athuga hvað er þarna baki þessu og það kemur fram á blaðsíðu 41 til 43 að í fyrsta lagi þá er reiknað með því að í varðveisluáætlun skuli miða við að það þurfi aðeins 3000 hreinræktaðar íslenskar kýr eða 12% af núverandi kúastofni, hann er núna milli 24 og 5.000
Þannig verði hámarkskostnaður við verndun kynsins lítill miðað við framleiðaraukningu að nýju kúakyni. Þetta vekur þessa spurningu hvort að þetta raunverulega svona. Og síðan í annað atriði sem þurfum að skoða, það varðar neytendur. Þannig verið að gera því skóla þessi mögulegt að neytendur komi til sögunar og þá segir orðrétt, mögulega gæti vilji neytenda til að borga meira fyrir afurðir, unnar úr afurðum íslenskar kúa vegi þar á móti, það aftur kostnaðinn, en slíkt krefst aðskilnaðar þeirrar mjólkur við söfnun og vinnslu. Sko, ef við lítum á fyrri liðin varðandi fjöldan sem talin þurfa í hreinrækt, þá nærtækast að líta til viðmiða frá Sameinuðu þjóðunum, en þá það bara staðreyndis þú ef það komið niður undir 3000 eða minna, 3000 eða minna, þá stofninn komin í útrýmingarhættu. Eins og staðan í dag íslenska kýrin ekki neinni hættu. Og það má til samanburðar nefna náttúrulega að íslenskir stofnar geitfjár og forystufjár, þeir í hættu. Nú í Bretlandi þar til dæmis verið að vinna mjög mikið að verndun búfjárkynja, þar hefur tapast mjög mikið og þar þeir að miða við lágmarkstöluna 7500 fyrir nautgripakyn til að geta haldið í gangandi. Þannig ég lít þannig á að þessar viðmiðanir séu algjör lágmörk. En ég virði alveg útreikninga kynbótafræðinga, þeir telja þetta vera nægilegt og þá það þannig, en þetta hljómar ekki nógu vel að það skuli ekki þurfa nema svona lítinn hóp til þess að halda þessu gangandi. En síðan það varðandi það hvort neytendur vilji taka þátt í vernduninni, að það aftur á móti spurning, að það óvissan mikil og jafnvel óraunhæft að reikna með þeim möguleika. Ekki síst þegar tekið tillit til þess að það breytast eitthvað skilyrði til stofnunar og vinnslu mjólkur frá tiltölulega fáum framleiðendum í dreifbýlu landi. Þannig að þá tiltölulega fáir bændur sem væri raun og veru með hreinræktar íslenskar kýr í landinu. Síðan vitum við að það hefur nú ekki verið unnin nein markviss verndunaráætlun fyrir íslenska kúakynið, en það ágætt úttekt frá 2007 eftir Daða Má og fleiri sem birtist í fjölriti Landbúnaðarháskólans nr. 14 og þar dregnar saman ýmsar hugleiðingar verndun kynsins ef þeir fluttir og maður veltir í svona fyrir sér hvaða aðferðir eigi að nota við þetta og mér dettur í hug að mættu hugsanlega fara að beita einhvers konar áhættugreiningu. En það áreiðanlega erfitt, þannig að þetta allt, forsendurnar verða alltaf erfiðar viðureignar og erfitt að segja hvað að taka með. Það líka viss hætt á því að þarna mikla breytingar bæði í fjölda kúabænda og eins í mjólkinni, það tvenns konar mjólk jafnvel á ferðinni, að þá gæti þetta haft áhrif á byggðir í landinu og söfnun og vinnslu mjólkur og markaðssetningu. Og þá ætla ég bara að varka fram í lokin svona frekari hugleiðingum og setja það fram sem spurningar. Hver áhrifin á fjölda og staðsetningu búa með mjólkurframleiðslu? Hve margir framleiðendurnir? Áfram dreifð fjölskyldubú eða þróun í átt til fáeinna verksmiðjubúa þar sem kýrnar stöðugt á húsi? Henta öll samanburðarkynin í riti FBHI nr. 174, íslensku loftslagi og búskaparháttum, miðað við útivist í að minnsta kosti 2 mánaða sumarbeið sem að vera lögum samkvæmt. Sérstaklega danskar kýr, ef við skoðum þær, að þær hafa frekar þunna húð og stutt hár og spurningin hvort að þær henta þó að þær séu æskilegar að því leyti til að þær svipaðar að stærð og íslensku kýrnar og það þyrfti sennilega lítið að breyta fjólsum vegna þeirra. Og svo getum við líka spurt hver gæti orðið áhrifin á jákvæða ímynd sem neytendur hafa nú, bæði til íslenska kúakynsins og hinna margvíslegu afurða þess. Hvað með útlendingarna sem að kaupa skýrið? Hefðu breytingarnar áhrif á viðhorf neytenda erlendis sem að kaupa til dæmis skýr?
Og hver eru áhrifin á ferðaþjónustuna sem leggur meðal annars áherslu á menningarlandslag í ljósi þess og ekki síst erlendir gestir kunna meta heimsóknir í Fjóss og dást gjarnan að liðskrúðum kúm á sumrin. Þannig að ég ætla að ljúka þessu stutta inngangi með því að velta því fyrir mér með hliðsjón af þessu sem ég hef sagt, hvort að það sé réttlætanlegt að stefna íslensku kún í útrýmingarhættu til að bæta afkomu mjólkurframleiðenda, hvort ábata nýju kyni sé hugsanlega ofmetinn og verndunarkostnaður íslenska kynsins vanmetinn. Hvort ekki sé eðlilegra að tryggja kúabændum viðunandi afkomu með stuðningi í gegnum búvörusamninga og öðrum markvissum aðgerðum til að styrkja innlenda mjólkurframleiðslu. En það alveg ljóst að besta leiðin til að varðveita íslensku kúna að nýta hana áfram eina sér við mjólkurframleiðsluna. Takk fyrir. Já, takk fyrir Ólafur. Eru spurningar eða athugasemdir? Ekki neitt. Jú, Ada Björk. Þarft að taka, já, einmitt núna kemur það. Er þetta núna? Já. Komið sæl, takk Ólafur og takk Karolína. Þessu. Þú talar fyrst punta hérna niður að erfðanefnd sé, sem sagt, næsta skref sé erfðanefnd muni taka þetta fyrir. En það ekki réttur skilningur hjá mér að erfðanefnd, hún hefur ekkert, hvað segir maður, fordæmi, þetta þarf fyrst að fara í gegnum ráðuneytið. Það ekki rétt hjá mér áður en að erfðanefnd taka þetta fyrir? Jú, sko þetta verður náttúrulega að fara í gegnum þessar formlegu leiðir, það alveg rétt. Já, en það endar alltaf með því að erfðanefndin, hún hefur það hlutverk meðal annars að, eins og segir í lögunum, að veita hagsmunaaðilum og stjórnvöldum ráðgjöf varðveislu og nýtingu erfðaauðlinda og síðan þetta pólitískt mál. Já, það var það sem ég vildi koma. Þetta alveg rétt hjá þér, hún á að vísa svona veginn og það nú fordæmi fyrir því að hún hafi gefið álit ýmislegt og þannig að ég sem sagt reikna með því og ég held við að reikna með því að erfðanefndin taki þetta fyrir bráðlega. Já, en ég að segja að það samt ekki, hún tekur þetta ekki upp fyrir sitt einsdæmi, það pólitík. Nei, það verður að fara í gegnum kerfið. Anna, þú taldir upp ansa vankanta á skýrslunni með langa nafninu sem ég ætla ekki að fara til upp aftur og þar alveg sammálaðir eins og þessi vankantar á þessum fóðurrannsóknum og vil ég meina að það sé nú bara fallengun til þeirra sem að eiga að vera að stýra rannsóknum, rannsóknum á fóðrun og annað, að sé verið að nota svona eldgamlar tölur. Að öðru leyti þá var ég fyrst mjög samt skrítið að þú vísir í meir en 25 ára gamla rannsóknir á A2 og A1 próteingerðum. Ekki rétt hjá mér, það bara frá því fyrir árið 2000. Jú, það breytir ekki því að það liggja fyrir mjög nákvæmar rannsóknir og þetta þyrfti að halda þeim áfram. Það gamlar og við vitum ekkert hvort að það hafi ræktað úr eða áfram eða hvernig sem það er. Nei, það þyrfti bara að rannsaka áfram. Já, ég að segja það, þannig að það líka eldgömul rannsókn alveg eins og fóðurrannsóknin. Ekki satt? Jú. Bara svona til gamans þá það vitað í NRF-komu í Noregi eru 80% sem bera A2 gen en þessi A1 og A2 gen, þetta svona mjög skipta skoðanir á því ættu þú sjálfur að vita það hvort að þetta hefur ykkur raunverulega áhrif. Það alveg, þú getur fundið jafnmargar rannsóknir sem segja að þetta sé og aðrar sem segja að þetta sé ekki, þannig að það nú kannski ekki alveg. Þetta svolítið umdeilt og ég fullir ekki neitt. Ég vísa bara á þessar rannsóknir. Þetta eru verulega umdeildar rannsóknir. Já. Þú talar í rannsókninu hafi ekki verið tekið, í skýrslunni segi ég hafi ekki verið tekið tillit til kostnaðar við breytinga á innréttingum og mjaltar. Dóti, það vitum við allt sem höfum komið í fjós að allar innréttingar, nútíma innréttingar eru innfluttar, framleiddar erlendis. Það nú minnsta málið að stækka nokkar bása og stækka ykkur búr og eitthvað, þannig að það nú engin takmarkandi þáttur þarf ekki að gera eina stórkostlega rannsókn þar á. Nei, en það kostar peninga. Já, ég átta mig alveg á því, en
þú talar traðk og annað, mér bara hef stundum velt þessari traðk hugmynd, akkur hún alltaf sett þarna inn, því að við erum með stóra jarðir af angus og öðrum holdagripum hér allar jarðir og okkur þykir bara alveg sjálfsagt að þær gangi út allt árið kring, sérstaklega hérna sunnanlands í mýrunum þar sem aldrei frýs og þær standa upp að hnjám í drullu. Þær fara ekki inn í fjós stöðugt. Nei, enda fara mjólkurkýr ekki stöðugt inn í fjós, það bara skylda að hafa 8 vikna útiveru, þannig að þetta traðk nú bara svona eitthvað sem kannski þarf ekki að vera mikið að spá í. Vel, þú ættir ekki að strika það möguleika út, það fer eftir hvaða kyn þetta eru, hvaða stór kyn. Það fer eftir hvaða kyn það er. Ég bara reyna að benda á það að þetta nú kannski ekki stórkastlega alvarlegu þáttur sem þarf að hafa miklar áhyggjur af. Ekki frekar en stærri bás eða stærri búr á róbot. En annað verða ekki. Takk. Takk fyrir. Frekari spurningar. Það verðist ekki tilfelli núna. Þá myndi ég vilja biðja Holger Thoms að koma með fyrirlesturinn sinn. Ég ætla aðeins að útskýra aðeins meira hann þar sem hann líklega sá eini sem þið viti ekki alveg strax hvern að ræða. Hann stórgripardýralæknir í Þýskalandi og þessi tengsl komu í gang í rauninni í gegnum riðurannsóknirnar. Hann hefur komið til landsins nokkrum sinnum og með annars farið í göngur á ýmsum stöðum. Hann hefur svona nokkurn veginn innsýn aðeins í hversdaginn á Íslandi og það sem svona pínu sérstakt, það nefna eina sögu þar sem hann leggur sig mikið fram ef það snýst að hjálpa samfélaginu, sérstaklega bændum í málum þar sem hann getur gert eitthvað. Og kannski viti einhverju af ykkur, þótt kannski flestir kúabændur, að það sérstök afgerð sem heitir ARR sem virka verndandi gegn riðu. Og það var ein tilraun sem þurfti að gera sem fyrst og það vantaði einmitt að þessari ARR-afgerð vantaði 2 gripi og heila úr þeim. Það er eitthvað sem ekki allir geta gert. Og hann var með gripi sem voru einmitt með þessa afgerð sem okkur vantaði og hann tók heilan úr þessum gripum sem slátruðu þeim og brunaði með þessa heila beint á París í sömu nótt bara til að láta þessar tilraunir ganga upp. Það var eitthvað sem var ótrúlega mikils virði til að komast áfram í þessum líkarannsóknum og bara svona aðeins til að sýna ykkur dæmi af hverju maður sér það glögglega að honum líkur það mikið á hjarta að aðstoða ef það einhver möguleiki fyrir hann íslenskum bændum og núna þegar þetta kom upp þessi spurning umræða erlend kyn þá fannst mér tilvalið að spyrja hann hvort hann gæti gefið innsýn einmitt í stöðuna úti, sérstaklega í Þýskalandi og ég bara bið hann núna einlega að byrja. Ólafur mun gera stutt samantekt af hverri glæru, þannig að allir sem skilja kannski ekki alveg það sem hann segir á ensku geta skilið þetta þá í kjölfarið og það líka hægt á eftir að spyrja á íslensku ef þarf þá verður þetta bara þýtt yfir. Holger, du kannst gern anfangen. Hallo? Yes, so good quote. Hello, everybody. So I will start and talk in English. So it's just for me here, being here in this group, I'm very grateful and thankful that I can talk here. And I would like to give you a little insight in the keeping of milking cows in Germany within different breeds and their performance. Aðeins bara, hann að kynna sem sagt efnið sem eru þá mjólkurkýr í Þýskalandi, fjalla þar kyn og afurðasemi þeirra. So here in this picture you see the distribution of breeds, different breeds in Germany. The blue and red ones are Holsteins. Holstein með blátt og rautt.
And the orange ones are Fleckvieh, a more Bavarian breed. Flekkvíð gult og brúnt bránfí. Yeah. So they within the Fleckvieh they use it for milk and for meat. It's just Þetta gula, ljósgula, það blendingar og sem sagt kjötframleiðsla frá mjólkurkynjum. Okay. In these pictures you see on the left-hand side in the blue marks the milk production kilogram per hectare. Þarna miðað við mjólkurframleiðslu á hektara, takið eftir því. And the right picture shows in the green colors shows the percentages of grassland which is on the farms. So the darker green it is, the more grassland they use. Það sýnir hlutföll graslendis á hverju bíli. So you see that mostly in the south of Germany here, where a lot of grassland is used, there's a main breed is Fleckvieh. Flekkvíð aðalkynið sem sagt í sunnanverðu Þýskalandi. So, and this is the changes in the milk production per hectare, and you see all those slightly pink or reddish things. They have decreasing milk production. So the cows or the milk production went out of these countries. Þarna sjáið þið breytingar milli 2010 og 2023. Þær töluvert miklar. Og takið eftir því að þarna miðað við mjólkurframleiðslu á hektara. So, and this is, for example, the development of milk yield in Bavaria. You see it from 2013 down to 2019, and they have come up about roughly 700 kilos per year and cow within this year, from 7,300 to 8,000. Þá þarna aukningu þarna kíló mjólkur á kúna 2013 rúmlega 7.000 og 2019 komið yfir 8.000. So, and this is the milk yield due to the number of calvings. So you can see within the long life of a cow, the milk yield increases within the age. So they reach a top at round about 3 or 4 years of age, and then they have a steady state like up to 6 or 7 years. So it's really interesting to keep old cows. Þarna sýnir hann fjölda burða á móti mjólkinni, hvernig þetta rís þessi kúrfa. Og það fer upp í 8, hann tekur hann með 8 burði. Hvernig hún rís og fellur. And now coming to the Holsteins. Here you see Evergreen View Goldwyn My Gold. Nú kemur hann Holstein-kúnum. She has milked 35,144 kilograms milk a year. Yfir 35.000 kilogram á ári. But therefore, she ate about 32 kilos of dry matter every day. 32 kíló, étur 32 kíló af þurrefni á dag. And she got no grass. The feeding was mainly on maize and aðalega mais. Já, frekar en gras. So, and this is the normal standard ration you would find in Germany dairies. So within the first group would be the high yielding group, and then there you can see that corn silage is one of the most important ingredients. Altogether, if you calculate all these points together, it's 21, and corn silage would make 8.5 kilos of this. Athyglisvert að ótverkaður mais mikilvægur þarna í fóðrinu og næst kemur þá bara venjulegt votey úr
grasi og svo kemur summan þarna neðst 21,54 kíló á þurrefni á kúna. And a lot of kilograms goes into concentrates, so energy like rye or corn, and rapeseed. Mjög mikil kjarnfóður notkun. So, and here you see the milk production, the number of dairy cows, and the number of dairy farms. The milk production you see in the blue line, it's around, so they pointed 2010 up to 100, and it's slightly increased, but not that much, and has a really good steady state. But what does decrease is the number of dairy cows at all, and what very heavily decreased is the number of farms on which these dairy cows are held. Ljósgræna lína sýnir hvernig fjöldi kúabúa mjólkurframleiðslu hefur fallið frá 2010 til 2023 og fjöldi mjólkurkúa hefur dalað dálítið, ekki mikið þó, en nytin hefur þokast upp á við, ekki alveg bein lína en þokast alltaf upp á við. Þó frá 2014 til 2023 ekki svo hratt og jafnvel lækkað á tímabili. So the number of farms has decreased to the half of it. So that is it. Já, það er helmingsfækkun á kúabúum með framleiðslu. But as you could see in this milk yield that is very steady, you can see the genetic outcome in this Holstein breed in Germany is kind of nearly the same. They are genetically very uniform, those herds. Þessar hjarðir eru frekar svipaðar frá svona erðarlega séð, mjög svipaðar. But there are some differences in those farms. We have farms that are able to produce like 40-45 kilos per cow a day average, and there are farms. Það upp í 40-45 kíló á dag á sumum bæjunum. But there are farms that do with the same breed and the same genetic material like Holstein cows, like only 25 kilos. Jafnvel bara 25 kíló, þannig að það töluvert mikill breytileiki í nytinni sem stafar þá af væntanlega fóðrun og meðferð. And this is very, very closely linked to the management and the differences in the feeding and the management. So differences between those farms would do really good on performing like 45 kilos per day, have a different management system and a different feeding system, and that's why there is such difference in these milk yields. Þannig meðferðin, hirðingin og fóðrunin, það hefur mikil áhrif, en erfðagrunnurinn sem sagt kýrnar eru frekar líkar erfðafræðilega séð, en það töluvert mikil breytileiki út af sem sagt hirðingu, fóðrun og meðferð og slíku. And as you know, like it is with you and your neighbors, it's always feeding is one of the most different thing within the farms. Aðalbreytan í þessu sé fóðrunin. And therefore, there was a study in Spain. Alex Bach in Spain just had a farm who was delivering food to 47 other dairy farms. So the food was on one farm and they delivered food for 47 farms. Já, það var á Spáni var bíli sem var að framleiða fóður fyrir 45 aðra bæi. And even in those farms, we have a milk yield difference from 10 kilos. So there had been farms that are milking quite well and other farms that milked
10 kilos per cow and day less with the same feed. And so the Með feeding sama is fóður, not, sömu fóðrun, þá gátu verið 10 kíló á munur á dag. Þannig að þú fengið sama fóðrið og verið að nota sama fóðrið, þá var töluverður breytileiki á þessum spænsku bílum. and that's why management is one of the most important things when it comes to increasing milk yield. Þannig að bústjórnin, meðferðin á gripunum skiptir þarna mjög miklu máli. And on the left-hand side, you see a few things that really influences mainly the dry matter intake. Dry matter intake is one of the crucialest points. Yeah, you have to feed the cows correctly, and those points on the left-hand side influence the dry matter intake. Það verða þá nægilegt þurrefni og svo það með vinstra megin, þá telur hann líka náttúrulega fleira eins og aðgengi af vatni og aðbúnaður í básum og svo framvegis. So it's just like the feed bank itself, it's the feeding, the ration, it is access to water. If they don't have any access to water, they can't take in that much dry matter. And it's the stalls where they lie in. So they have to lie a lot, like 14 hours. Skiptir miklu máli hvernig legubásar eru og eins fóðrunaraðstaðan. So, and this is a normal distribution in the herd. So whatever you do, yeah, you have some outliers on the upper end and on the downhill end. Alltaf mikil dreifing innan hjarðarinnar, lágt, hátt og lágt, það sem sagt, hann að leggja bara áherslu á það sé mjög mikil breytileiki. And if you do something in your management, yeah, you can optimize those things, but there will still be some outliers who would do very well and some who would do just really not so good. Hvað sem gert þá verða alltaf einhverjir sem að skara fram úr og eru háir með góða afkomu, góða nyt og góða afkomu, en aðrir sem að verða eftir, verða með lélegri niðurstöðu. And that you would find on the different farms. So if there are farms that optimize their management, they will be able to get the most of the cows within a good performance, but they still have a few outliers. But the performance group would be much higher and much greater. Þannig að leggja bara áfram áherslu á meðferðina, útstjórnina, á bílunum, sem getur gert mikið útslag. And then one point is to keep those cows old and healthy is the transition period, which goes from 3 weeks before calving to 3 weeks after calving. Það kann gefa svona línu sem sýnir okkur tímabilið. Þarna til lengst til vinstri, núllið sem sagt þá burðurinn og svo það sem þá svona fyrir hvað segja, hægra megin við iðju og svo tímabilið þar á undan, það tímabilið fyrir burð og svo kemur mjaltarskeiðið þar á eftir. So, and why this period is so important is we do 75% of all treatments we do in dairy cows is done in the transit period. Það 75% af öllum meðferðum fara fram á tímabilinu fyrir burðinn. And the most common disease would be ketosis. So we know that at least a third of cows in a herd is suffering from ketosis. Súrdóði mikið vandamál og þá ekki, þá tekst þeim ekki að fá það til að éta nógu mikið, það að segja kýr sem eru með háa nyt, þær ekki að éta nógu mikið og þetta mjög algengt í kúnum hjá þeim. And the most important origin of ketosis is
that we can't feed our high-yielding cows. We can't put enough food in our cows so that they will start melting fat, melting their body fat, and developing the ketosis. Og þetta, já, hann leggur áherslu á þetta, það geti verið erfiðleikar reynlega við að geta fóðrað kýrnar með hestunytina nægilega vel. And those cows who have ketosis have most likely one of the following things as well, like retained placenta, a displaced abomasum, or they were much too early culled and don't reach that age of 3, 5, 6 years old. Það eru vandamál þá vömbin á þeim, það eru fastar hildir og þetta leiðir til þess að það þurfi að farga þeim snemma og á æviskeiðinu. So from the conclusion side, it's the management of a dairy herd is one of the crucial factors for success and for the milk yield. Meðferðin, stjórnin á búinu er áhrifaríkasti þátturinn til þess að vel takist. And as you remember, the fleck feed cows would be in the south in the grassland. They are well adapted to grass feeding, and they don't need that much of maize. So they would do a good performance within their natural environment. So well adapted cows at the feeding and the region will really perform well. Þeir sem eru vel aðlagaðir að aðstæðum við fóðrun og beit líka, að þær standa sig vel. Það þarf að vera svona rétt jafnvægi á því. And increasing the milk yield is closely connected to dry matter intake, to increase the dry matter intake. Og mjólkurnytin mjög tengd surefnisáti, fóðurátinu. And getting the dry matter intake high is one of the points that can be done very easily with a little few things on the farm, like pushing up the feed more often, have a clean feed bunk, so that's really clean and not with stones. So there are a lot of things that you can do on a farm to increase the dry matter. Leggur áherslu á það sé reynt að koma sem mestu fóðri í þar sem þurrefni til þess að ná góðum árangri. So, and this is my ending, and I'm very thankful for you, Olafur, to translate all those things with my bad English. I'm sorry for that, but thank you very much for translating. Thank you, Holger. My translation was not very good, but no, it was. I think I got the main points. Okay. Thank you. Thank you very much. Takk fyrir. Báðir tvær. Eru einhverjar spurningar núna? Það má sem sagt spyrja á íslensku. Ég get líka túlka þetta, Ólafur, ef það er eitthvað sem bara er frá Holger. Anna Guðrún. Núna heyrist ekkert. Aðeins. Núna, Já, ég komið sæl og þakka bara þakka kærlega fyrir þetta erindi. Ég ætla að byrja því að þakka Ólaf fyrir hans erindi, því að hann fór nú svona í gegnum söguna töluvert. Og ég þekki hana vel sjálfa því ég satt í nefndinum árið 2000 þegar átti að fara flytja hingað á sínum tíma. Þetta erindi sem við hlustuðum á núna var afskaplega áhugavert. Því það sem að hann í raun og veru var að segja í tveim megin þáttum var að það ef það gengur illa að mjólka og fá mjólkina á kúnum, þá þarf fyrst og fremst að huga því hvernig aðbúnaðurinn er. Og það er vandamál á Íslandi hvað aðbúnaður hefur verið algjörlega hunsaður. Við erum alltaf að tala kynbætur sem eru þá innan við 20% af því sem skepnan skilur af sér, og þessi aðbúnaður hefur ekki verið hugsað nógu vel. Þetta er það sem hann er að benda á. Hann er með þarna hóp kúa sem þá meira minna að sama erfðaefni, sem eru mjög mismunandi afurðir sem koma frá eftir því hvernig það eru fóðraðar.
Í öðru lagi, þá er líka að tala um það hversu mikilvægt er að hafa aðbúnaðinn þess að kýrnar séu aðlagaðar sínum aðstæðum. Ég held að þetta sé kjarni líka að eins og Óla benti á. Þetta er alls ekki, spurningur það að skipta út einhverju kúakyni hérna, er alls ekki eitthvað sem að kúabændur eru að sjá sjálfur. Þetta er menning og saga og þetta er okkar arfleifð. Mér þetta er gaman að sjá hestamenn eða komið var því að við ætlum að vera hérna með arabíska hesta því þeir seldust á hærra verði. Eða þá ætlum að skipta sauðfjárkyni hérna því það er kannski eitthvað betra að vinna utan af henni. Þetta er alls ekki og hefur aldrei verið málefni kúabænda. Þetta er menning og saga og þetta þarf að fara í bara hreinlega þjóðaratkvæðagreiðslu ef þetta á að ganga hvað lengra. En ég þakka kærlega fyrir þennan fund, hann er mjög mikilvægur og ég held að það sem að hér var sagt og hefur komið fram er raunverulega kjarni málsins. Takk fyrir mig. Já, Ólafur, vilt þú kannski segja bara í örstuttu máli til Holger hvað það Já, ég skal gjarna aðeins segja nokkur orð til Holger svo hann átti sig á því hvað Anna Guðrún var að tala um. Can you hear me, Holger? Can you hear me? Yes. Are you still there? Yes, I'm still here. Yeah. Yes. Anna Guðrún, who was speaking, she was emphasizing the need to improve the management of our dairy cows. We should not only look at the genetics, although the genetics are important. They are important, certainly, and you pointed that out. But she was totally agreeing with you that it was very important to improve the management, feeding and management. And then she added a few words, her opinions of the need to conserve the Icelandic breed of dairy cows as a production breed. So she was in the latter part of her address, she was really placing great emphasis on this the same point as I was talking about early in my little talk, that it is a matter of national concern because these are genetic resources and they belong to all of us, not only to the farmers. With full respect to the farmers, they need their income to be able to operate and produce the food for us, but we should at the same time keep in mind that it is one of our national heritages. I hope you got that message. Yes. Thank you very much. So, thank you, Holger. Guðríður spurði eitt bara hérna í spjallinu, Holger. There was another question by the chat, and that was what kind of diseases are the most frequent in the cows in Germany, besides the ketosis, which you named. Okay, that is one that is really, ketosis is really linked, very much linked to the feeding and to the management. We have quite a lot of lame cows, like 25% of cows are lame. Það eru vandamál, súrdóðin meiri áttar vandamál og tengist á fóðrun. Síðan töluvert að kísju slæmar í fótum, jafnvel bara lamaðar. Það tölum ekki vandamál. And if you look at the reasons for culling, it would be the other diseases. So everything that is round about mastitis would be the main reason for. Þetta einnig verið aðrir sjúkdómar sem að væru orsakir þess að hún væri fargað og nefnir það meðal annars júgurbólgu. Holger, and just another point then, are you talking about Holstein cows or about the average of all German breeds? Yeah, so it's mostly the Holstein cows. So the Fleckvieh cows and the brown Vieh cows
seem to be slightly better in lameness, but they also develop Mortellaro disease. So Holstein-kýrnar eru heldur verri en hinar. Flekkví til dæmis, Bromfí og Flekkví, eru heldur verri þegar kemur að fótaveiki og lömun. and Hann Flekkví sé að is tala bara eitt, ég held að hann sé að tala þegar kýrnar eru hattar, ekki endilega lamaðar, ef ég má Nei, segja það. þær eru haltar náttúrulega vegna þess að þetta er meiri háttar vandamál. Já. Og þá er við. and the Flekkví would have a bit more healthier udders, so it could be linked to the not that high milk yield. Það gæti líka verið í einhverjum tilvikum tengsl við háa nyt. Takk fyrir, núna eru margar sem vilja spyrja eitthvað. Ég veit ekki nákvæmlega hver var fyrst, ég fer bara hérna í rauninni, mest til vinstri er Sæunn á Lágafelli. Góða kvöldið. Mér langar að þakka fyrir þennan fund og mér langar líka að þakka fyrirverandi kennurum fyrir að vera frábær, bæði Ólafur og Guðrún. Mér finnst ég, bóndi út í sveit, ekki fá náa fræðslu lengur eins og gerðist þegar ég útskrifaðist af Hvanneyri og maður var alltaf á einhverjum fundum þar sem var verið að kenna manni meðferð á gripum og ég er ekki að segja að við séum eitthvað vitlaus kúabændur, heldur eru framfarir og öllum framfærum fylgir meiri vitneskja og allar rannsóknir eru vitneskja sem þarf að bera á borð fyrir bændur og það á við meðferð, það á við byggingar, það á við reglugerðir og það á við allan þennan fróðleik sem að við vitum að er til íslenska kúakynni til dæmis og er ekki borið á borð og bændur sitja heima og gera sitt besta, sannarlega og allir bændur, mér þykir ofboðslega vænt bændur og þeirra störf í þessu landi og þeir eiga allt gott skilið en allir bændur búa við það að þeim skortir aðstoð við að komast í gegnum lífið, peningar, bara þessi fróðleikur sem þarf að fylgja því að vera í starfi sem að byggir á því að sjá velferð gripanna í landinu þannig að því fylgi innkoma. Þetta er eitthvað sem að skortir klárlega og ég vil leggja áherslu á hér að niðurstaða af þessum fundi verði að við bændur það sé á okkur hlustað. Ég vil ekkert nýtt kúakynni, ég er alls ekki sammála því. Ég bara útskrifast á Hvanneyri og þá voru hver og einn bóndi sem að ég fór í afleysingu fyrir að berjast við að vera með svona 4.500 nytt. Svo heyrir maður núna bara 6 og 8.000 og þetta eru 29 ár. Ég held að við séum alveg að gera vel með kýrnar okkar. Við þurfum bara að fá þessa vitneskju og fá aðgang að þessum upplýsingum og aðstoð að geta rekið bílinn okkar þannig að við getum fengið fjármögnun ef við þurfum á hana að halda og við fáum orðið og áheyrnina við stjórnendur þessa lands og fræðimenn þessa lands í þessari grein. Og fleiri orð ætla ég ekki að segja. Takk fyrir fundin Karolína, þú ert frábær. Þú ert búin að gera frábært starf. Takk. Takk fyrir þetta. Ólafur, veistu Ég vil aðeins að segja bara fáein orð fyrir Holger. Og þarna, we heard some words from a farmer and she emphasized the need for more information, for more education. She qualified from our agricultural college many years ago, and she would like to have more information, which would be related also to the profitability of milk production and other enterprises, because of course in Iceland as elsewhere, the farmers are struggling to have enough income, to generate enough income from their farming activities. And she mentioned that there have been some
progress made in increasing the yield. And I think I should, for you, Holger, if you don't know it, if you take, go 10 years back, then the average yield was 5,700 kilograms. And today, 10 years later, it is 6,400. From in 10 years, from 5,700 to 6,400. And the highest yielding cows in Iceland are coming above 14,000 kilograms. So what she was really urging us to do was to improve the distribution of knowledge. I would like to say that Icelandic farmers are generally very well educated, and they really. She was just emphasizing this. We have good advisory services and research activities going. So she is just saying that this should be improved and to help the farmers, and in the end, it would improve their income. I totally agree, because we see that in Germany as well. Yeah? They do a lot of things, and it's not about blaming farmers. They do a lot of things really well. Yeah? But if you change these little things within the management, yeah, you can do so much better within the cows and the management and the milk yield. And if you have cows that are able to milk 14,000 kilos, let's say 10,000, it's fine. You know the genetics are there. They can do. Your cows can do. Okay. That's why I pointed. That's why I pointed just on the management, because we see that in Germany if we are able to reduce a lot of incidences within our sicknesses or our diseases in the cows, we can do so much good in those cows. And there are a lot of fields, like mastitis is one, lameness is another, or the Katoza thing would be a third one. And if you can do in all those areas a bit more for the more healthy cow, you would gain and give them much more energy to produce more milk. And that's a point. Ég í raun og veru bara að leggja áherslu á atriðin sem hann tók fyrir áðan. Það sem sagt fóðrun og meðferð, en síðan sjúkdómar líka. Það getur skipt verulega miklu máli, og þó að sem sagt árangurinn sé góður í Þýskalandi hjá fjölda bænda, þá eru margir sem eru ekki með svo góðan búrekstur, og þannig að þar líka mikið svigrúm til að bæta. Þannig að hann í raun og veru bara að taka undir þetta, að það alltaf töluvert mikill breytileiki, hversu góð þessi kýrnar eru, erfðafræðilega séð, þá alltaf heilmikill breytileiki sem þarf að taka á í sambandi við meðferð, fóðrun og í sambandi við sjúkdóma. Þá Berglind bara næst. Á Íslandi, í fullkomnum heimi, þá væru engir skussar, en hins vegar þá virðist það nú vera svo að þetta einhvern veginn kúrfan, og kannski getum við ekkert velt okkur mikið meir upp úr því. Ég hjó aðeins eftir því sem Anna Guðrún sagði, að aðbúnaður væri slæmur á Íslandi. Hvað hefurðu fyrir þér í því? Ég eiginlega bara skil ekki alveg þetta komment. Eitthvað auðvitað að misjafna eins og alls staðar annars staðar, en hvað áttu við með því að hann sé mjög slæmur? Má ég kannski aðeins segja, mér finnst það heyri frekar til umræðu í lokin, þar sem það almennupunktur, og sem ekki beintengt því sem það sem Holger sagði, bara til að spara tíma núna, en þú má geyma það og bara spyrja aftur þegar við erum komið að því í lokin. Frábært, já, gott. Egill, þú næsti. Ertu þarna? Já, heyrðu í mér? Já, núna það.
Ég ætla bara aðeins að tala örstutt og segja frá niðurstöðum á mínu doktorsverkefni sem að fjalla nú íslenskar kýr og eiga mikið erindi í þessa umræðu. Og ég vann á mínu doktorsverkefni árið 2018 til 2022 í Árusum, Danmörku, og markmið verkefnisins var í raun að kanna upptöku erfðamengja úrvals fyrir íslenska stofninn, en rannsóknin fól í sér umfangsmikla kortlagningu á erfðalegri stöðu íslenskra kúa og blöndun við önnur kyn. Og ég ætla bara að vinda mér í að segja frá þeim helstu niðurstöðum. Á þessari mynd hérna er skyldleikatré sem að hver grein í rauninni eitt kúakyn og tréð sýnir hvernig kynin í rauninni giftast, stofnarnir aðgreinast, þannig að lengdin á greininni þeir til hún er í hlutfalli við lengd einangrunar. Og hérna höfum við nokkra klasa, það eru rauðu norrænu kynin, norræn landkyn er hérna nokkur og íslenska tilheyrir þeirri grein, skipst þeim, og með þessa mjög löngu einangrun samkvæmt þessari greiningu sem við sjáum hérna á myndinni. Og þessi mynd hérna sýnir í rauninni aðeins önnur aðferð sem að styður fyrri myndina, þar sem að á þessari mynd þá er hver punktur í rauninni einn gripur og með nokkrum einföldunum þá má segja að myndin sýnir erfðalega aðgreiningu, og þarna höfum við Ísland neðst í hægra horninu, Jersey er þarna efst í hægra horninu uppi og stutthyrningar þarna vinstra megin. Þetta er kyn sem eru öll í rauninni frekar vel aðgreind frá þessum kynjum sem að meginlandskynjum sem eru þarna í miðjunni. Já, og það sem að íslenska kyn til dæmis eiga sameiginlegt með Jersey eru að þetta eru eyjakyn sem hafa verið lengi aðskilin öðrum. Ísland hefur verið lengi einangrað og sker sig frá öðrum kynjum. Þessi mynd hérna sýnir blöndun íslenska kúa við önnur kyn og hver í rauninni dálkur er hérna einn gripur og litirnir á dálkunum eru upprunni. Og hérna er íslenska kýr, þessi hérna er fyrsti íslenski gripur hérna vinstra megin. Og það eru eiginlega allar dökkbláar sem þýðir í rauninni að það er engin teljandi blöndun við önnur kyn í stofninum. Annað, þetta voru helstu niðurstöður varðandi erfðalegu sérstöðuna, en svo kannaði ég líka eiginleika eða fýsileika þess að nota erfðamengjaúrval í íslenskum stofninum. Og eitt af því sem ég skoðaði er það sem er þarna á myndinni. Þetta er nú kölluð samkvæmtengsl, ég þarf ekki að fara mjög mikið út í það. En það sem að þau segja okkur er að þau gefa ákveðna mynd það hversu öruggar erfðamengjaspár geta orðið fyrir stofn. Og vegna þess að íslenski stofninn er einsleitur og hefur verið einangraður lengi, þá er hann með frekar há samsætutengsl sem að hjálpar til við erfðamengjaspár. Hins vegar eru blandaðir stofnar, eins og til dæmis rauði danski stofninn, hann er hérna neðstur á þessari mynd og það er svolítið erfiðlega með erfðamengjaspár fyrir það kyn. Þannig að íslenski ræktunarsaga íslenska stofnsins er mjög hentug fyrir erfðamengjaúrval miðað við þessar niðurstöður og rannsóknin benti einmitt til þess að erfðamengjaúrval væri fýsilegt og þess vegna er það nú sem við erum búin að taka það upp. Til þess að draga þetta saman þá eru íslenskar kýr af norrænum og mjög líklega norskum uppruna. Þær eru eini stóri og óblandaði stofninn í öllum þessum hópi norrænna landkynja. Hinir
stofnarnir eru allir í viðkvæmri stöðu eða í útrýmingarhættu. Það er ekki neinar vísbendingar óhóflega skildleikarækt, þannig að verndargildi íslenskra kúa er algjörlega ótvírætt, og svo er svona síðasta niðurstaða svo að eða var að erfðamengja úrval ætti að geta aukið erfðaframfarirnar verulega. Ég vil samt taka bara svona svo að það sé á hreinu að þá mun í litlum stofni þá er ekki hægt að það getur ekki búist við að ná sömu erfðaframförum og í stórum stofnum vegna þess að úrvalsstyrkurinn verður alltaf lægri hjá okkur heldur en í stórum stofni, sérstaklega eins og Holstein þar sem að ræktunarstofninn er margar milljónir gripa. En já, þetta var það sem ég vildi sagt hafa. Takk fyrir. Ein spurning af minni hálfu strax varðandi það sem sumir segja sem vilja kannski ekki alveg skipta kyn að það vilja samblanda inn einhver kyn sem með æskilega eiginleika og vona þá að það með sé hægt að innan gæsalappa laga íslenska kúakynið. Gætu sagt eitthvað þetta, hvort þessi aðferð sé væntanlega árangursrík og eitthvað galli í svona nálgun? Sko, ég held að það sé slæm hugmynd að gera það. Ég myndi frekar bara reyna að einbeita okkar eigin ræktunarstarfi að því að laga þessar eiginleika, því að við erum með erfðabreytileika fyrir þessa eiginleika sem að við viljum breyta, og ég held að það sem að gerist ef við myndum blanda inn öðru kyni er að þá kæmi það illa út fyrir erfðamengjaspárnar, út af því sem ég var að nefna hérna áðan, að í einsleitum stofni þá eru erfðamengjaspárnar áreiðanlegri heldur en í misleitum. Þetta er komið ljós með rauðu kynin, eins og þær dönsku, sænsku og norsku. Á meðan að Jersey og Holstein eru einsleitari og þar er náð hærri öryggi á erfðamengja kynbótaspánum, skilst mér á kollegum mínum og því sem ég hef lesið. Já, frábært, það er mjög áhugavert. Einhverjar fleiri spurningar núna frá öðrum? Það er ekki tilfelli núna, þá komum við að íslensku bændunum og sjónarmið þeirra. Aðalbjörg, myndi vilja biðja þig þá að byrja? Já, takk. Já, gott kvöld. Gaman að fá að vera hérna og taka þátt í umræðu sem er mér talsvert hjartarsmál. Og ég fagna því hreinlega þess að gera tilraun til að halda umræðuna agaðar innan í jörðinni og vonandi sem mestu máli skiptir að halda sig við málefnið. Ég ætla að byrja að kynna mig. Ég heiti Aðalbjörg Ásgeirsdóttir. Ég er 38 ára gamall bóndi til 15 ára í Stórumörk undir Eyjafjöllum í Rangárþingi. Ég býð þar með eiginmanni mínum Eyvindi ásamt 2 börnum. Við rekum hefðbundið blandað fjölskyldubú með mjólkurkýrnaut og nokkra kindur. Mér var boðið á Karolínu hingað til að koma sjónarmið þeirra bænda sem telja heimila í innflutning á erfðaefni í íslenska mjólkurkýr. Þakka ég henni það traust, en við auðvitað þarf ég byrja að taka fram að því þetta er upptöku og það sem ég segi er auðvitað bara mín persónulega skoðun og ég er ekki að tala fyrir hönd neins hóps eða slíks. Fyrst þarf að taka fram að ég er ekki hér til að tala niður íslenska mjólkurkýr. Nýja ræktunarstarfið fyrr eða nú. Ég er nefnilega ótrúlega hrifin af íslenskum kúm, svo mikið að ég á nærri 300 hausa. Ég er búin að fjárfesta mikið, líkt og margir bændur á mínum aldri. Ég er búin að binda mikið fjármagn, veðja þar með öllu mínu og minna á íslenskan landbúnað og matvælaframleiðslu. Það þarf nefnilega leiðrétta þann misskilning að umræðan snúist einungis kýrnar sjálfar, sitt sýnist auðvitað hverjum, það er eins og flest annað. Já, Karolína bað mig að halda með nokkar mínútur, svo ég reyni það. Ég biðst afsökunar ef ég er óskýr í tali eða tala hratt. Ég er frekar óvön að tala opinberlega. Mér líður eiginlega bara best út í fjósi, en ég ætla að reyna að gera mitt besta. En áður en ég fer beint í málefnið, langar mig að segja stuttlega frá því að ég hef óskað eftir faglegri umræðu þetta málefni í nokkur ár. Þetta er alls ekkert nýtilkomið þessu umræðu eins og við flest vitum.
Ég og eiginmaður minn Eyvindur höfum sent inn tillögu á síðustu 3 búgreinaþing Bændasamtaka Íslands og svipuð tillögu hafði verið send inn áður og vísað frá að samtök okkar bænda vinna að því að flytja inn 5. nautgripakynið til að við mjólkurframleiðendur fáum eitthvað val framleiðslugripi í sífellt harðnandi rekstrarumhverfi og stækkandi hlutdeild innfluttra mjólkurvara framleiddum af erlendum nautgripakynjum sem dembast inn á íslenskan markað. Eftir velheppnaðan innflutning á angurserðaefni í holdanaut datt mér ekki annað í hug en að það fengi faglega umræðu í skjóli sérfræðinga og kjörinna fulltrúa bændasamtakanna. Í fyrri 2 skiptum var tillögunni vísað frá án umræðu en á því 3. fékk nokkra mínútna umræðu áður en því var vísað frá. Því ég hér komin til að benda á að umræðan svo langt að vera ný, umræðan áratug gömul þó það hafi ekki verið vilji þeirra sem kjörnir eru til starfa fyrir bændur og svo mikið sem ræða saman, heldur beita afar vafasömu úrræði sem frávísunartillaga en það reyndar önnur saga. Umræðan semst ekkert ný, sem þýðir ekki að hún sé útrædd, enda búum við í heimi framleiðsluumhverfi og samkeppnisumhverfi sem breytist mjög hratt. Því gladdi það mig mjög að því svo loksins glætu að ræða mætti þessa hluti og farið var í uppfæra skýrslu Landbúnaðarháskólann sem búið að vísa hérna áður, sem fyrst gerð 2007, endurmat á hagrænum áhrifum nýs mjólkurkúakyns og endurmat á hagrænu vægi fyrir íslenska kúastofninn sem kom út í ársloki fyrra. Loksins kom gott innlegg í umræðuna og ætti að nýtast þeim sem vilja kynna sér málið og hvetja alla þá sem ekki hafa lesið hana að lesa hana og þá sem hafa lesið hana að lesa hana aftur, þrátt fyrir alla þá ágalla sem gætu hafa verið í henni. Með að móti til að taka afstöðu út frá stöðu dagsins í dag. Engin heilagur sannleikur í þessari skýrslu endilega, frekar en öðrum, en þetta eru staðreyndir setta fram okkar færasta fólki. Já, ég hripaði niður að blána okkar vangaveltur og skýri þær, eins og stendur á skjánum, vangaveltur kúabónda sem telur að hún eigi að nota jafnræðis af starfsbræður sína sem og aðra frumframleiðendur matvæla hérlendis og erlendis. Þetta snýst að framleiða matvæli og ekki má rugla saman matvælaframleiðslu og stofnvernd, þó það þurfi að tala þetta saman að sjálfsögðu enda samtvinnað, eitt fylgir öðru en samt líka sitt hvor hluturinn. Ég ætla því að reyna að tvískipta umræðinni hjá mér í annars vegar pælingar stofnvernd og svo annars vegar pælingar matvælaframleiðslu. Já, þannig ég reynda kannski sjáu mig líka. Ég byrja á vangaveltum með stofnvernd. Í umræðin með nýtt erfðaefni mjólkurkýr hefur litist á tilfinningum. Það manninum eðlislegt að stökkva nýjungar, svo einfaldlega þægilegra að vera á móti. Við vitum hvað við höfum en ekki hvað við fáum. En þá þarf að ná umræðinu á jörðina. Það að einhverju bændur séu að hagsýni betur borgið með afurðum meiri nautgripakynjum ekki verið að fara að taka neitt af neinum. Enginn verður píndur til að slátra kúnum sínum, hingað kemur ekki fullskipað erlendum kúm til að taka yfir allt og alla. Ég sá svona til gamans í skýrslunni að tæki cirka 12 ára að skipta út öllum kúastofninum ef það væri fyrir alfarið að sæða með sæði á öðru stofni. Við vitum að það ekkert að fara að gerast og þeir sem eru á sömu skoðun ég vita vel flestir að verði það ákveðið hér og nú að hefja með innflutningu erfðaefni. Borið saman þann tíma sem tók að flytja inn til dæmis angurserðaefni síðast, þá erum við að tala svona 20 ár, 30 kannski, sem að meiri hluti mjólkurkúa verður orðin á öðrum stofnum íslenskur. Eftir 20 ár verð ég næstu því 60. Eftir 20 ár verður meðalbóndinn í dag að detta í níðræðisaldurinn. En þetta eru bara vangaveltur, en samt til umhugsunar það að líklega eru fæst okkar að fara að lifa einhverja tíma þar sem íslenska mjólkurkúin verður einhver stórkostlegri hættu. Enda nægur tími til að standa vel að vernd íslenska mjólkurkúastofnsins, hann ekkert að fara neitt og einhver innflutningi kæmi. Þetta ekki neitt disaster sem myndi hellast yfir landið. Vernd íslenska kúastofninn ekki bara ábyrgð bænda heldur allar Íslendinga eins og búið að koma fram. Ég matvælaframleiðandi. Mínir samningar við ríkið að framleiða íslensk kjöt og mjólk fyrir Íslendinga. Ég hins vegar boðin og búin að standa að vernda erfðaefnisins. Það þannig að enginn að fara að vernda erfðaefni nema bændur. En þess að verndar eiginleika þarf að skilgreina, þarf að gera ráð fyrir kostnaði. Í skýrslunni sem við tölum áðan talað að þetta kosti sirka 3 milljarða árlega, það eru miklu peningar. Það það sem kostar að hafa íslensku mjólkurkúna sem eina framleiðslugripinn. Ég ekki fær að setja verðmiða á vendina. Ég veit bara að þessi stofnvernd ekki að skila sér í minn vasa, né neytenda. Það snýst þetta. Afkoma mjólkurframleiðandi slök. Við erum að borga með framleiðdu mjólkurlítur nærri 20 krónur. Það sýna rekstrargögn svart á hvítu. En hvernig á að standa vernd?
Eina aðferð að banna annað kyn en íslenskt, en það er því engin ráðherra að fara að samþykkja neina greiðslu til verndar einhverju sem nú hvort sem að gera eða hvað, bara pæling. Stofnverndin í dag greidd af framleiðendum og neytendum. Ég ekki vel að mér í vísindum að bak við stofnvernd eða pælingum með útrýmingarhættu, en engin vel heppnu fordæmi. Ég veit að mannskepnan hefur tapað erfðafjölbreytileika í mörgum búfjárkynjum, en það eru líka fordæmi fyrir því að stofnar séu verndaðar og mér þykir það minnstakosti bara virkilega spennandi verkefni fyrir okkur Íslendinga að fara að gera íslensku kúnni það hátt undir höfði að vera með einhverja verndaráætlun. En ekki rugla saman verndargildi íslensku kúastofnis og þess efnis sem þar við umræðuna að vilja búa hag sínum betur með afurðameiri kyn. En þá komið að því sem að þetta hefur snúist allan tíman hjá mér, en það afkoman. Og það svar við því að hvers vegna ég tel að við ættum að flytja nýtt orðaefni. Afkomuleysi greinarinnar og erfiðar framtíðarhorfur. En hvað á ég við með því? Endurnýjun og fjósbygging á nýjum fjósum allt of hæg, viðhaldsskuldin á fjósum mikil, nýliðun lítil, 40% mjólkurframleiðenda fyllir ekki upp í sitt greiðslumark þrátt fyrir 100% framleiðsluskyldu. Búum fækkar, aldur bænda hækkar, nýtt mjólkurkúa eykst ekki, frjósemi kúa minnkar, kálfadauði sem mestur sem mælist í heiminum og versnar. Afkoman versnar sem sagt árlega síðustu ár, samkvæmt rauntölum og rekstrargögnum, að því marki að bændur borga með framleiddum lítir, eins og ég sagði áðan, ca. 20 krónur. Þetta allt svona vonlaust, spyr maður, hvað með hagræðingu? Á að segja þeim að gera betur sem nú þegar greiða með sinni framleiðslu, svona pæling. Hvað þýðir að gera betur? Það þýðir að vinna meira kannski. Atvinnugrein sem langt yfir meðaltal með viðveru á vinnustað. Andleg þyngsli mun algengari hjá öðrum, en ég svo sem ekki með svörun við þessu. En þá spyrjum við, eins og var spurt áður, getum við ekki bara sótt þetta eitthvað annað, það sem vantar upp á til þessu opinbera? Nú eða markaðin eða bara, til neytenda. Í umræðinni vísa stjórnvöld til samanburðar milli landa innan OECD þar sem kemur fram að mjólkurframleiðsla hérlendis sem og annar landbúnaður í flokki þeirra ríkja sem styrkja sér landbúnað hvað allra mest. Afurðastöðu verð til bændar á toppi heimslistans og verð á mjólkurvörum til neytenda hátt. Tollverndin við það halda ekki. Við erum alltaf að tala að leita til þriðja aðila. Ríkisvaldið, bankarnir, vextirnir. Ekkert af þessu okkar sjálfsvaldi. Það nú svo sannlega búið að reyna árum og áratugum saman að benda á íþyngjandi fjármagnskostnað hjá bændum sem og öðrum íbúum landsins, en þá má auðvitað halda áfram við það og það auðvitað halda áfram að kvabba í ríkinu. Staðan grafalvarleg og ekki bendir til þess að hægt sé að leiðrétta hana. Við erum komin að gjalda með margt, aðstöðuna, framleiðslugetu, aldur og fleira. Slagkrafturinn enn til staðar? Á liðnum áratug hafa horfið úr framleiðslu hérlendis fjölmörg kú og bú, en það sem verra á þessum áratug hefur innflutningur á mjólkurvörum aukist því sem nemur 15 meðalbúum. Þá ég að tala aukningu. Mjólk úr erlendu kúakynjum, svo mikið víst. Við erum í beinni grjótharðri samkeppni við innflutning í mjólk og sérstaklega kjöti, en nærri helmingur af kjöti á Íslandi innflutt, allt af erlendum kynjum. Mér finnst ég verða að benda á að ég hef haft á tilfinningu að þeir sem sjá ekki innflutning sömu augum og ég telja að þessi hugmynd sé ekki sérlega vel ígrunduð hjá mér eða okkur og meira sé að vera kölluð skammsýni. Spurningar hvort kýr af erlendu kyni munu spjara sig í íslensku fjósi þar sem allar innréttingar eru innfluttar, hvort þar getur drukkið íslenskt vatn, étið íslenskt fóður, en við skulum hafa það í huga að íslensk mjólk framleidd úr 50% af fóðureiningunum kemur úr innfluttum fóðurbætir. Þetta sýna rekstrargögn. Og svo kemur spurningin þola sunnlenskar suðaustan lægðir. Við eigum ekki verið að dýrmætum tíma okkar í svona grunnhyggnar vangaveltur. Þetta ekki hindranir heldur úrlausnar efni.
En flestir bændur sem ég þekki og eru á sömu skoðun og ég vita eru mjög meðvitaður og upplýstur allar þær áskoranir sem fylgja því að fá gripi í sínar hendur sem eru með ef til vill með aðrar þarfir og þurfa annað vinnulag. Að halda fram að fagmenn sem að við bændur eru í okkar starfi séum ekki færir að vega og meta sjálf vinnuþáttinn ok, ég veit ekki alveg hvað orðið ég átti að nota en mér fannst bara passa orðið dónaskapur. Við getum allt eins sagt að allir bændur ættu að halda sig við eina tegund af róbóta, traktor eða rúlluvél, því þá þarf að breyta verklagi og byggingu við hinar ýmsu nýjungar. Við ættum að treysta bændum sjálfum að hafa val, að leita sér upplýsingar, kynna sér verklag og nýjungar. Það hefur nú langoftast reynst farsælast að treysta einstaklingum. Áskoranirnar eru auðvitað margar, ekkert fullkomið og ekkert best, en það allt úrlausnarefni. Treystum bændum að velja sjálfur, treystum sjálfum okkur og þeim sem eiga að gera það að vernda íslenskar mjólkurkýr. Ég búin að spyrja margar spurningar hér og ekkert endilega að krefja svara. Ég vil vekja þá sem telja sig verið mér ósammála til umhugsunar og þá þarna ein loka spurning á skjánum sem mig langar að lesa upp fyrir ykkur. Af hverju ekki nýtt erfðaefni fyrir það sem þá að kjósa? Og áður en að þið svarið þá veltu upp fyrir ykkur hvort og þú getur staðið við það að hefta frelsi einstaklingsins til að leita sér leiða til að bæta kjör sín, sér neytendum og umhverfum til hagsbóta. Því það fylgir mikil ábyrgð að hefta frelsi einstaklingsins til að hafa val þær leiðir sem að tilheyra hag sínum, hag umhverfisins og sinna neytenda best borgið. Og að lokum, þá ég með eina mynd hérna. Þetta Eyvindur maðurinn minn, þetta endur orðin 6 ára gömul mynd. Hún tekin í ónefndu norsku básafjósi. Þarna ber að líta NRF-kýr. Þessar kýr voru mjólkaðar 19 kíló af fóðurbætri í hverju 100 lítra mjólk, en á Íslandi verið að tala kannski svona 26 til 27 kíló. Hey og hálmur. Afurðirnar voru 700-800 lítrar ráskú. Þannig að eins og við sjáum þá þetta nú ekkert ólíkt því sem við þekkjum. En af því að ég fæ að halda orðin aðeins lengur þá ætla ég að nota tækifæri að segja ég persónulega hrifnust af því að við lítum til Noregs og þá til NRF-kúa. Ástæðan einföld. Ég tel að þær kýr falli vel að íslensku fjölskyldubúinu. Afurða mikið kyn bæði á mjólk og kjöt. Nautkála með mikla vaxtargetu hentar til kjöteldis. Kýrnar allar hraustustu kynjum enda var snemma farið að kynbæta þar fyrir til dæmis fóta- og klaufavandamáli, burðaerðarleikum og júgurhristi sem fellur vel að því sem við viljum stefna að. Það lítil notkun á sýklingum til dæmis. Þær eru líkar þeim íslensku útliti eins og við sjáum á myndinni, aðeins stærri en þó svipaðar og stórar íslenska kýr. Þær hafa afurða góða fóðurnýtingu og erum við Íslendingar nú þegar í góðu samstarfi við Gin og í Noregi sem mjög framarlega á sviði kynbótatækni. Takk fyrir að hlusta. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Innan 8 mínútna. Frábært. Glæsilegt. Það strax komin ein spurning. Sæunn. Og fleiri. Heyrst í mér. Ég búin að íta á allt sem reyna að koma að stað og bara fann ekki tantinn, en ég kom inn. Mér langar svolítið að forvitnast af því að ég veit ekki sjálf svarið og ég held að Aðalbjörg veit ekki sjálf svarið. Hún talar það að hún vilji nýtt kúakyn af því að það sé samkeppni við erlent kjöt sem þegar komið inn á markaðinn. En sko ég skil ekki þessi rök. Þessi rökfærsla, hún fer alveg þversum í mig. Því að sjálfsögðu heldur áfram með nýtt kúakyn að berjast við markað þar sem þegar komið erlent kjöt á markaðinn. Þannig að ég get ekki séð að þetta séu nein rök fyrir því að fá nýtt kyn. Þetta er bara nákvæmlega sami barningurinn, það að selja það sem við framleiðum þá frá okkar bílum. Þannig að hér þetta svolítið kjánaleg yfirlýsing. Svo þekki ég aðeins til heiminn og ég held að þetta kálfadauða stríð sé víða og ég veit ekki hvort að Holger getur svarað því hversu mikið kálfadauði þekkist innan þessarar greinar í Þýskalandi, en ég veit að kálfadauði ekki bara íslenskt fyrirbæri og það mjög tengt meðhöndlun og fóðrun
Þannig að ég svona aðeins hugsi yfir þessum frábæra fyrirlestriðinni Aðalbjörg. Flott að þú náður öllu þínu fram á 8 mínútum og takk fyrir þetta, en þetta eru mínar vangaveltur. Já, ég svara þér. Þegar ég á við innflutninginn, þá snýst þetta beint það að við séum samkeppnishæfari. Það flutt inn kjöt vegna þess að það ekki til nóg af því. Vegna þess að það enginn sem að sjá hag sinn í því að rækta nautgripi, naut segi ég. Varðandi kálfadauðan, þá alveg til tölur kálfadauða í öðrum kynjum og við erum svo sannarlega hæst í heiminum og við ættum alls ekki gera lítið úr því og vera fegin hvern dag sem að þessi umræða kemst ekki lengra heldur en bara milli okkar bænda. Má ég segja kannski eitt, ég held það sé ekki rétt að það sé hæst í heiminum, þar sem í flestum löndum talað kálfadauða ekki bara hjá eins bara fyrsta kálfskvíga heldur hafa meðaltal yfir alla kýr og eins og ég veit best það þá í kringum 15% og meðan það lítur út til dæmis hjá Jersey kúm í Österríki 18%, bara til að setja þetta inn bara athugasemd í þessa átt. Ég held að þessa tölu þurfti þá bara skoða betur áður en að koma inn. Það Berglind, heyrist í mér núna? Já. Já, takk. Afsakið þetta áðan, ég var að spreita mig á nýju tölvunni minni. Já. Og hún bara virkaði ekki neitt. Þannig að takk fyrir erindin öll saman og ég með spurningu fyrst sem ég ætlaði að spyrja áðan til hans Holgers. Já. Og mér langaði að spyrja, ég spyr bara á ensku, það kannski fljótlegra. Hann það með það? Holger, are you there still? Holger? Yes, I am. So you're still there. Hi. Thank you for a very informative lecture. So I want to ask you about the management. Are the cows let out for pasture as recommended by the EU regulations? And if so, how long? How many weeks? Yeah, there is a topic. They should be on pasture for 120 days, 4 hours at least. That is the point. But not all the farms are able to do that. But you would get paid extra if you get on such a grassland milk. Do you know if it affects the yield when they go out? For example, Icelandic farmers, they often talk about that when the cows go out for pasture, the milk goes down. Yeah. And do you know this? Is this a problem? Yeah, because the grassland is, you can't foresee what they will get on grassland. So it differs from day to day and from within the year. So the older the grass gets, the less ingredients are in there. So, and you can't foresee, it's a difference to a ration that you have on the feed bunk. You can calculate that one, and that is really the point that they need. And it's, so we call it in Germany quite just a jogging pasture, just for having a little stroll out. I'm asking because I wonder if we're talking about some special qualities that the Icelandic cow has. If there is, I don't know, if there is any difference between the Icelandic race concerning how well they would use and how well they would fare off pasture. I'm not sure that's all part of the management. I want to add that I had a Danish
agricultural student here this summer, and they had Jersey cows in Aarhus in Denmark. And two things, because of, thank you, Aðalbjörg, for your talk. They had very little problems. The calving was a very little problem with the Jersey cows. They barely attended to the cows when they were delivering. They knew that they were delivering, but they didn't have to watch them every minute. And dead calves were not a problem. Also, these cows, they yielded about 10,000 kilos on average. And the milking cows, they never went out. They were kept in all day. So, yeah. Anyway, so I don't know if you have any idea if how cows fare on pasture, if it differs between breeds. That's my final say. It does. So you see that. Remember the picture where the grassland is massive used in the south, and there are more the flat fee cows, and there is so I used to work in Schleswig-Holstein, and there is an old breed. It's called the double usage breed of just for milk and for they are very much like your Icelandic cows, like not so tall and getting heavier at the end of lactation, and they were kept on grassland mainly. Yeah, and they would do fine with that. And to be honest, at the end, it's a point of selection. I think we lost you. Or is it only me? One of the most important. They are able to manage your ration on your farm, and they are able to get with the region along. So and within the years, you can see that only those cows will stick on your farm that will really be able to handle that one, and they get old. Yeah, they really get old. And food health is also very important. It is, yeah. Yeah. Thank you. You're most welcome. Thank you for your question. Thank you. Eitt í viðbót örstutt, Alla, mig langt til að þakka þér fyrir að tala okkur bændur sem fagfólk. Það var mikið einhver sagði þetta uppátt. Takk fyrir erindi. Ég búinn. Frábært. Eitthvað fleira? Það virðist ekki vera tilfelli. Þá myndi ég vilja biðja hann Jón Elvar að koma með reynslusögu. Það sem það var oft talað lélega júgerð og spena sem til vandræða, sérstaklega í robot. En hjá honum sést, hvernig það getur verið öðruvísi. Ertu þarna, Jón? Ég allavega með konunni minni. Já, frábært, já, þarna eru þið. Ég kann ekkert á tölvur, þannig. Flott. Það að ræða hérna júr og spena. Það við erum búin að gera í því síðustu ár, þá hefur okkur ekki litist nógu vel á nauti sem hafa verið í boði. Þetta orðið allt og granni spenar og jafnvel lágfættir og lágfætta kýr. Og við byrjuðum hérna, ég fór að pæla í þessu hérna fyrir löngu síðan. Þá sá ég í Bændablaðinu. Það var hálfsíða frá Búnaðarsambandi Suðurlands yfir hæstændu kýr hérna á svæðinu og þá átti Sorti gamli frá Oddgeirshólum 18 af 20 og þessar tvær sem voru eftir, þær voru undan negra og þeir voru undan mæðgum og svo hafði ég alltaf svona hafa hann í undir meðutundinu og hérna hvað var 2011 þá hringdi ég í Sveinbjörn og fékk nokkuð strá sem að fann þarna og sættum okkar albestu kú með honum og þá fengum við heimanu sem Berglið, þú nefndir hann speni af því að hann var með svo hátt kynbóðsmat fyrir spena
og þetta var glæsi kýr og hún var efst hérna á svæðinu 2012 með 312 stig og hann fór hérna 7 bæi og við notum hann líka alveg helling og höfum svo haldið því áfram í gegnum afkomendur hans. Það var kú hérna sem við eigum og hún nýlega farin í sláturhús og Bergljót, þú kannski með mynda henni þarna. Þessi þarna er hún nú frekar ung og fékk 90 og eitthvað stig, 92 minnum við útlistóm. Og ég held sko að það sé hægt að breyta þessum ógöngum sem við erum komin í með spena og þess að sérstaklega grönnu spena. Þetta er náttúrulega alveg hryllilegt að mjólka þetta í róbot og tala um þeir eru aðeins gleiðir. Og þá það nú bara 2 í að mjólka kvígu þó nokkuð tíma. En við erum búin að til dæmis nota 2 sýni þessar búið þarna og þetta var náttúrulega bara yfirbora kýr og við erum bara nokkuð ánægð með hérna júgur og spena hjá okkur í dag þó að sé ein og ein svona með granna og ég held að það sé hægt að rétta þetta af með hvað tókst að gera þetta alveg hryllilegt á stuttum tíma með Úranus og Bamba og þessum nautum, svo tekið áfram undan þeim og þetta bara var í keðjuverku og mér finnst að ég að hækka vægið á júru og spenum í Kimbo-tenkunni og minnka vægi á endingu því að hitt kemur sjálfkrafa og ef það eru líka tekið naut með fóta á naut ekki einhverja í meðalmennsku af því að helsta ástæðan fyrir slátrun það bara að þetta gengur ekki lengur í róbotana annað hvort það þetta á kubba eða tvöfald á kubba þetta sígur allt niður þetta nú kvígur sem við eigum núna þessar stóðu nú bara hana í rauði gær en svona gegnum sneitti erum við nú bara helviti ánægð með júrun og spenana og skapið hefur náttúrulega lagast í seinni tíð þetta þarna einn sækrá sem átti 10 kálfa og móðir hennar átti 11 og þær voru svona bara júrin alltaf eins á þeim og þá endingi bara oftast held ég bara fylgi því ef þessi hlutir í lagi þá þarf ekki spes eitthvað endingu finnst mér í útreikninguna. Það gerist bara sjálfur sig ef aðrir þættir í lagi. Þetta er mín skoðun. Ég veit ekki hvað ég á að segja meira. Frábært, ég held það satt í sína sögu sem þú varst að segja, bara myndirnar. Kæra þakkir. Já, takk. Einhverja athugasemdir spurningar? Það var líklega sannfærandi, ekkert meira þetta. Kannski kostu þess að tíminn líður rætt. Ég vona nú að Laufey og Þröstur á Stakhamri sé komin inn. Sem það var einhver vandamál með að tengjast. Eru þið þarna? Ég sé einn sem hérna. Góða kvöldi, frábært, já. Og takk fyrir erindin og umræðunar. Þetta mikilvægt umræðuefni. Karolína hafði samband við okkur helgina og var að velta fyrir hvort við varum til að koma með eitthvað input inn eða fund og við rættum það og ákveðum að setja nokkra punkta niður á blað. Svona í þessa umræðu. Það hljóðar þá þannig. Bylting í kynbótastarfi í burðarliðnum. Með tilkomu erfðamengis úrvalsins verður breyting í því í notkun á hjá bændum á heimanutum úr því að nota óreind, reind og nauðsvöður í mismiklu hlutfalli til að í það einungis verður notaður nauðsvöður.
Það verður mikil breyting hjá okkur þar sem við vorum að nota óreind naut á milli 65 og 70% tilfella og þá reind naut og nautsfeður í 30 til 35% tilfella. Það er alveg augljóst að þetta mun hraða framförum í okkar ræktunarstarfi hér á Staðarkambri. Þegar 60 og 50-70% kalfa fara úr því að vera afkvæmi óreindra nauta í að vera afkvæmi nautsfeðra. Nú á síðara árinu eru fyrstu kalfarnir að koma í heiminn undan erfðamengis úrvalsnautum sem það verður mjög áhugavert að sjá hvernig þeir gripi munu reynast, sem er þá fyrsti stökkpallur í framförum í þessu verkefni sem ákveður að fara út á sínum tíma og búið að leggja bæði tíma og fjármuni við að koma á koppinn. Næsti stökkpallur verður væntanlega enn herri þegar þær kvígur sem fæðast í sumar og haust geta sig afkvæma að 2,5 árum liðnu, vonandi. Þá báðir foreldrar með erfðamat úr erfðamengis úrvalinu á bakvið sig. Eftir það fer boltinn vænti að rúlla hraðar kynbóta framförum íslensku mjólkurkúastofnsins. Það er að segja að því gefnu að bændur nýti sér ræktunarstarfið að fullu. Því miður er nú svo staðreyndin að það eru allt of margir bændur sem eru ekki virkir í ræktunarstarfinu og að því leyti að þeir eru að nota heimanaut í of miklum mæli sem og aðrir og allt of margir eru ekki að velja sjálfur nautin á kýrnar sínar. Fara ég vel fram á það við sæðingamenn að velja innan gæsalappa eitthvað gott eða þá hvað næsti bóndi á undan er að nota og biðja þá það nautið. Þetta kann ekki góðar lukku að stýra í kynbótum því ekki þekki sæðingamanni kúna og veit ekki hvað eiginleika þarf að bæta eða hvers skilleikin er á milli einstaklinga. Þarna er við að pottur brotin og hefur orðið til þess að framþróun stofnsins hefur ekki orðið sem skyldi. Það má segja að þarna eru nokkuð sóknarfæri að ræða. Annað sóknarfæri í framförum sem er kyngreining á sæði. Það getur aukið erfðaframfarir og kemur hratt inn í efnahaginn og bændum í nautakjötsframleiðslunni. Að því sögðu þarf jafnframt að passa mjög upp á að þrengja ekki skilleikan innan stofnsins en það getur gerst mjög hratt við notkun á kyngreindu sæði. Fyrst við erum að nefna skilleikan, fyrst skildleikinni var nefndur þá er vert að nefna það að skildleikin í íslenskum kúastofnum er ótrúlega lítill með við smærð eða stærð stofnsins og það er ekki sjálfgefið. Ræktunarskipulag hefur hjálpað okkur með það og hefur verið með þeim hætti að einungis eru teknir ákveðin fjöldi skammt úr hverju nauti og sett í dreifingu og þeir þá notaðir og eins og Jón Elvar nefndi áðan að eitthvað er haldið eftir og hægt að sækja í síðar. Meðan við að mörgum, og þetta er með, þessi skilleikef er ótrúlega lítill með mörgum öðrum stórum kúakynum sem ákveðin naut hafa verið dóminandi og getur leitt til meiri skilleika innan þess stofn og rauninni þá smækkun á erfðamengi þess stofns. Stærða erfðamengis íslenska kúastofnum og hversu frábrugðið það er öðrum stofni getur og er auðlind út af fyrir sig. Okkur ber að varðveita þennan einn minnsta ræktanlega kúastofn í heimi og fá alþjóða viðurkenningu á honum sem slíkum. Og það eru tækifæri. Þegar rætt er sérstöðu erfðamengis íslensku mjólkurkýrinnar þá leiddi í ljósa rannsókn frá árinu 2000 sem unnin var undir forystu Braga Lyngdals og Þórsdóttur að 28% kúastofnsins þá hefur mjög hagstæða samsetningu próteina. Mjólk úr þessum kúm er laus prótein sem eru mögulega tengist nýgengi sykursýki og inniheldur jafnframt prótein sem eykur nýtingu mjólkur til ostargerðar. Þannig að það fæst meiri ostur úr hverju kíló mjólk. Vísbendingar hafa komið fram í rannsóknum í læknisfræði þar sem lágt nýgengni á sykursýki í börnum á Íslandi hafa verið tengt próteingerðum í íslenskri mjólk. Er ræða eina gerð af mjólkurpróteini sem kallað beta-kasein. Ákveðin arfgerð af því er
bendlu við nýgengi sykursýkis. Rannsóknin sýnir fram á að tíðni á A2 í beta-kasin sem telst æskilegt varðandi sykursýki séu 68% í íslenska kúastofnunum en töluvert lægri í öðrum kúastofnum og fer alveg niður í 35–50% í sumum stórum kynjum sem vinsæl eru til mjólkurframleiðslu. Sama máli gegnum kappa-kasin B þar sem hagstætt til ostagerðar. Hér 76% tíðni af B-gerðinni sem mjög hátt hlutfall með við mörg önnur kúakyn. Til dæmis tíðni kappa-kasin 2 B undir 10% arsir og NRF-kynjum. Með þessar rannsóknir þá litið til þessara tveggja próteina þá samsetning íslensku mjólkurinnar afar hagstæð. Með rannsóknir 28% af íslensku kúm bæði lausa við erfðavísin sem talin tengjast sykursýki og jafnframt arfhreinar fyrir kappa-kasin B. Þessi samsetning mjög sjaldgæf í þeim erlendu kúakynjum sem eru algengast á Vesturlöndum. Það því ekki úr vegi að einbeita sér að því að kanna frekari eiginleika og sérstöðu íslensku mjólkurinnar áður en fara út í eitthvað annað forað. Ein helsta forsenda fyrir íslenska landbúnað sérstaða okkar sem felst meðal annars í erfðamengi íslensku mjólkurkýrinnar. Til að ná árangri í mjólkurframleiðslu virk þátttaka í ræktunarstörfum einn liður en síðan eru aðrir bústjórnarþættir ekki síður mikilvægir. Má þar til nefna jarðrækt, fóðuröflun og fóðurinn. Allir þessi þættir hafa bæði bein og óbein áhrif á afurðagetu og heilbrigði gripanna og þar af leiðandi á rekstrarreiknings búsins. Þetta þættir sem hver bóndi hefur áhrif á með sínum ákvörðunum. Þarna tel ég að mörg okkar, þar með talið við hér, getum bætt okkur til að vænka haga okkar. Þó annað kúakyn tekið inn ekki víst að bætti búskaparætti fylgir með öðru erfðaefni. Það sem við hjálpa okkur hér á Stakkamri að ná árangri að við höfum ágætis tökum í því að búa til listugt gróffóður með góðum fóðurgildi. Þegar grunnurinn á gróffóðri til staðar gerir það eftirleikin auðveldari að gera heildar fóðurplan hvort sem maður að blanda í heilfóður eða ekki. Með heilfóðurinn maður nákvæmari einsleitnari fóðurinn sem hjálpar kúnum að betra heilbrigði og leiði til jafnari og betri nytjar. Eins og heyrist að okkar málflutning erum við frekar skeptísk á innflutningu á erfðaefni eða nýju mjólkurkúakynni til landsins og mörgu ósvarað hvernig slíkt eigi að fara fram bæði í tíma og rúmi. Fyrir liggur á næstu misserum að gera nýjan búvörusamning við stjórnvöld og við verðum sem stétt höfum hreinlega ekki efni á öðru en að koma fram sem ein heild að þeirri vinnu sem framundan. Þau okkar sem munu umræðinu upp úr síðustu aldamótum kæra sig ekkert að feta þá brautir sem klöf mjólkurframleiðendur í fylkingar. Við vitum hvað efni við höfum í höndunum í dag. Það búið að marka framfarabraut í kynbótum með erfðamengis-úrvali og síðan kyngreiningu og sæði. Reynum að þróa og laga okkar búskaparhætti okkar og nýta á möguleika sem felast í erfðamengi íslensku mjólkurkýrinnar. Með þessu verða held ég okkar vegir flestir færir. Þetta svona okkar innlegg inn í þessa umræðu aðsóðstöðu. Takk. Já, takk fyrir. Sömuleiðis. Eru spurningar eða athugasemdir? Aðabjörg. Já, Þröstur, takk fyrir þetta. Ég misti af því hvaða rannsóknir þú varst að vísa í varðandi tengingu við sykursýki. Raunum bara sama og Ólafur nefndi áðan, rannsóknir hjá Braga Lyngdal og Emma Eithórsdóttur. Já, þú ert að tala um þess að 20 ára plús, eða ekki? Jú, bara þetta er okkar helstu gögn sem við höfum og þetta er rittrýnd rannsókn en við getum alveg vitnað í hana. Já, það er til erlendar rannsóknir því að A2 og A1 er ekkert bara í íslenskum kúm, þetta er í mörgum kynjum og það er til
ef þú googlar bara ensku þá getur þú séð að það er alveg jafn margar rannsóknir sem benda til þess að þetta hafi engin áhrif. Þannig að já, bara svona til að svo það sé sagt, sko. Við treystum okkar vísindafólki. Já, og ekki, það er svolítið sérstætt. Það var annað, mér langaði svolítið að koma inn á þetta með að kljúfa, sko, hvað það eru svona, við höfum ekki efni á því að kljúfa hópinn, við höfum að halda saman hópinn. Ég nefnilega, mér þykir alltaf leiðilegt að heyra þetta, að kljúfa eitthvað. Ég man ekkert eftir umræðinni fyrir 20 ára síðan, en það var ég þá bara nýfermd. En ég gerir ráð fyrir að hún hafi verið frekar hatrömm og erfið miðað við það hvernig menn láta í dag, en ég sé enga ástæðu til þess að þetta þurfi eitthvað að vera til þess að sundra okkur. Ég allavega, fyrir mér lítur þetta ekki þannig út og það skemmir ekki stemminguna nema bara ákveða það, sko. Takk. Berglind. Ertu þarna? Ég Já. Bara örstutt, ég ætla bara að benda á allir sem eru hérna inni að nú eru 2 af sko nýthæstu og hvað maður að segja bara bestu bændum, kúabændum starfandi í dag, búin að taka til máls, Stakkhamri og Stóruvörk, Aðalbjörg og Laufey og Þröstur. Mér finnst þetta stórmerkilegt og flott, Karolína, að þú skildir hafa báðum þessum aðilum að alveg á öndverðu meiði og þarna finnst mér vera bara komin akkurat þangað sem að Aðalbjörg búin að vera biðja og þau að tala þetta sko á þessum nótum þar sem við getum bara borið saman og rökrætt staðreyndir, möguleika. Þarna er fólk sem veit sínu viti eins og Alla sagði áðan, þetta er fagfólk og er að takast á þetta, ekki takast á, þetta er bara að ræða þetta á mjög faglegum og upplýsandi nótum og ég bara þakka ykkur fyrir þetta að koma svona fram og þarna erum við bara að ég er náttúrulega hætta, en erum við að leggja staði held ég bara mjög árangursríka áhugaverða ferð. Takk fyrir þetta. Anna Guðrún. Já, ég held að ég verði nú aðeins að segja við hana Aðalbjörg að því að hún skaut nú ansi að mér áðan. Það var ekki það sem ég var að segja og ef það skilist þannig ég var að gagnrýna bændur þá var það alls ekki þannig. Ég var að gagnrýna í raun og veru kennsluna við Landbúnaðarháskóla Íslands í áratugi. Vegna þess að það þekki ég mjög vel til. Ég þekki mjög vel til Landbúnaðarháskóla frá því bara fyrir aldamótin og kenndi þar í 25 ár. Og þetta var eilíf diskussjón á kennarastofnafundum að það var áherslan á eingöngu á kynbæturnar og að þessi meðferð og aðbúnaði gripa, hann var ekki kenndur því ég kem þarna inn og því ég fór að kenna þetta, þá var ég aðhlátursefni því ég var að tala um sálarlíf sauðkindarinnar eða kúna. Þetta vantaði algjörlega í áratugi. Og ég veit það líka þegar ég veit hvort þessi ennþá að kenna, þú tala um það Aðalbjörg einhverja gamla rannsóknir. Það var, sko, til skamms tíma var ennþá verið að kenna McDonalds fóðurfræði við Landbúnaðarháskólann sem var gefin út fyrst 1960. Rannsóknirnar og sko áherslan á aðbúnað og meðferð. Ég gerði rannsókn á kúum á uppeldi kálfa í Hvanneyri sem ég birti einhvern tíma ég birti þetta á ráðningarfundi. Þar uxu kálfarnir sem gengu undir maðurinn sínum fyrstu árin, fyrstu mánuðina fyrstu 8 vikurnar, þeir uxu helmikið hraðar heldur þess að var ráðlegt að gefa þeim. Það eru nákvæmlega sumar rannsóknir voru gerðir í SLU sem sýna það að kálfar til skamms tíma voru vanfóðraðir vegna þess að leiðbeiningarnar voru rangar. Og þessar rannsóknir sýna það líka að þegar kýrnar og þessar kvígur, þegar það fá nóga fóður fyrstu vikurnar, þá mjólka það meira. Það eru þessar rannsóknir sem ég er að tala um sem vantar. Og ég held að það sem að Holger var að tala um þarna áðan, þetta var nákvæmlega þetta, að þetta aðbúnaðurinn skiptir mjög miklu máli og það kom þetta fram líka, ég man ekki hver það var sem sagði þetta í byrjun, að það vantar betri leiðbeiningar og okkur vantar betri rannsóknir.
þar hafa hreinlega ekki verið gerða, en það eru til fullt af rannsóknum erlendis sem að ég reyndi að halda á lofti því ég kenndi við Landbúnaðarháskólann og hrekk hreinlega skömm í hatti fyrir það. Af því að kynbændurnar áttu að hafa verið númer 1, 2 og 3. Þannig ég ætla að standa við það og þetta voru ekki bændur sem var gagnrýna, heldur það að það var eins og einhver sagði, það eru leiðbeiningarnar sem hafi vantað. Og ég held það ennþá það sé þannig í dag, þó ég hef ekki fylgst með þessu síðustu 10 árin. Það vantar leiðbeiningarnar. Þetta eru ekki gagnrýni til bænda. Og annars held ég sé líka bara til að koma að. Sko, velvilji íslensku þjóðarinnar til íslensk landbúnaðar byggir á því að við erum með okkar eigin kyn. Fyrir mig skiptir engu máli hvort ég kaupi egg frá erlendis sem eru framleidd erlendis eða einhvers staðar kannski bara svínakjöt. Það skiptir máli og þess vegna eru kúabændur alltaf með kýrnar út í haga þegar verið að selja mjólkina. Við viljum að þetta sé hluti af okkar landbúnaði, sé hluti af landnýtingunni. Ég held að sé erfitt fyrir bændur að vera í samkeppni ef að það er ekkert að segja býtu þess að þetta er ekki okkar kýr og þetta er mestuleyti bara innflutt fóður sem við erum að mjólka, sem mjólkin er framleidd. Þá verður samkeppnisstaðan mjög erfið, því það verður að vera sérstaða til að sé hægt að selja hana og það fólk vilji kaupa hana. Ég held að þetta sé vanmetið að fólk, sko hvernig, það sem er í mestum aukningu núna er fólk sem vil kaupa beint frá bíli. Og þetta er eitthvað sem er í mikilli sókn erlendis, þetta er að byrja hérna og þetta er eitthvað sem bændur verða að hugsa líka. Og ég ætla að endurtaka það, þetta er ekki bara Aðalbjörg, þetta er ekki bara kúabændur sem að þarna eiga í hlut, þetta er okkar menning, þetta er okkar arfleifð og það er ekki að bara þurrka hann út á einum bretti til þess að fyrir einhverja sem vilja frekar flytja inn kýr og búa með þær. Takk. Má ég svara aftur því að þú sagðir að það væri, þú gagnrýndir aðbúnaðinn, sagðir að hann væri ekki nógu góður, þannig en ef þú hefur ekki mennt það þannig þá... Já, ég segi það er líka eins og einhver kom fram inn á akkurat líka þetta fyrir umræðinni. Það vantar betri leiðbeiningar. Ég er ekki alveg sammála því að það vantar betri leiðbeiningar, þær eru bara mjög góðar, en það er bara mín skoðun. En eitt sem ég langar að nefna að þú talar íslenskt í hver einustu viku flutt inn erfðaefni í nánast eða bara mjög stóran hluta af íslensku landbúnaðarvörum. Í kjúkling, í svín, í egg, í allt grænmetið okkar og meira segja í stóran hluta fóðurframleiðslu úti. Við flytjum inn allt erfðaefni, allt útsæði, þetta er allt innflutt erfðaefni, en samt sem áður er þetta allt innlend vara og ég trúi því ekki að þú segir að þér sé sama hvort þú kaupir íslenskt svín eða innflutt svín. Ég hef ekki séð að það hafi haft nein áhrif á velvild í garð íslenskrar nautakjötsframleiðslu, hvort sem það sé Angus eða Galloway eða Limousin eða neitt. Það held ég sé ekki rétt hjá þér. Ég þekki það vel til margra að fólk kaupir ekki erlent. Þetta er ekki erlent kjöt. Íslenskur Angus er ekki erlent kjöt. Hann er markaðsett. Já, ég er að tala um það sem liggur í bóni sem er erlent. Já, ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um landbúnaðarvöru framleidda á Íslandi, alveg sama hvað erfðaefni hún ber. Nei, ég er að tala um íslenska kúna. Ég veit ekki hvað, ég er ekki að tala um einhvern kjötkýr, ég er að tala um þessa mjólkurframleiðslu að halda okkar kúm sem megin framleiðslu gripum hér á Íslandi. Það er það sem ég er að tala um. Það er þín skoðun, en annars... Já, við erum að tala skoðunni hérna. Já, en ég ætla að vísa, biðja þeim að leiðrétta það að íslenska landbúnaðarvörur framleiddar á Íslandi, alveg sama hvaðan erfðaefnið er upprunnið, er íslenskt. Og velvild í garð íslenskra landbúnaðarframleiðslu er ekki háð því hvaðan erfðaefnið er. Ég held þetta sé misskilningur hjá þér. Nei. Ég held að það sé miklu auðveldara fyrir fólk að kaupa kjúkling sem kemur erlendis frá heldur það sem er framleitt á Íslandi. Það er búin að gera það í stóru stíl líka. Kannski getum við haft þetta aðeins höldum okkur að kúni. Það hef ég nógu mikið að segja þetta.
fara ekki aðra leiði, annars held ég verða mjög seint í kvöld. Mig langar aðeins að því að Anna Guðrún á nú svolítið í hjartanu á mér síðan hún kendi mér á Hvanneyri. Hún kendi mér eitthvað sem heitir beitaskipulag. Hún kendi mér einmitt þetta kálfana og við höfum beitt þessu hér á okkar búskap og við eigum ofboðslega góða kálfa og góðar kvígur sem koma upp. Þetta sem Jón Elvar talar að vera stundum líka með áherslur heima við í ræktuninni og rækta upp gripina sem þig langar að vera með og gera þá eins og þú ætlast til þess að fá gripin í hendurnar við pörun, naut og kýr og velja þitt eigið áfram. Þetta skiptir máli og það vantar víst fræðslu. Það getur enginn sagt mér að þú sért fullnuma nokkuð tíman. Ég aldrei fullnuma. Ég alltaf að leita að betrun. Herðu, þið eru búin að vera frábærir og ég ætla að fara að sofa. Ég orðin sofnuð hérna fram á borði. Takk fyrir þig, Karolína mín. Já, takk sömuleiðis. Já. Það nú fleiri. Það eitt sem kannski einfalt sem Gunnar á Hjarafelli kom með spurningu í gegnum spjalli. Það var til þeirra til Þrastar. Það stendur að 2 í NRF. Þú segir að það sé 80%. Hvað það gömul rannsókn? Svona spurningin. Röstu, veistu hvað hann á við? Með hver spurningin aftur? Það var A2 í NRF. Þú segir að það sé 80%. Hvað það gömul rannsókn? Nei, það kemur fram að það undir 10% í SR og NRF, þessi kappakassin B. Og þetta rannsókn frá árinu 2000 eða aldamótum. Já, þannig að það var misskilningur með 80% greinilega. Já, allt í lagi. Frábært. Þá það Haukur. Já, komið sæl, góða kvöldið og bara ég vil byrja að þakka Karolínu og öllum sem hafa tekið til máls bara kærlega fyrir fundinn og bara einmitt ég tek undir það sem margir segja að bara frábært að fari fram þessi fundur yfir höfuð og umræður og bara svona vera að velta þessu fyrir sér og einmitt mjög gott að séu umræður og ég held að sé mikilvægt að kúabændur mega ræða þetta án þess að einmitt að fara í fylkingar og verði reiði heldur ræða rökin. Ég svo sem bara sammála mörgur sem hefur komið hérna fram. Mér finnst einmitt þurfa svolítið hamra á þessu með þessa búskussa. Mér finnst svo oft verið að tala bara við eigum svo mikið inn í hérna hérlendis beitarstýring og fóðurun og gróffóður og kjarnfóður og aðbúnaður og allt þetta en það eiga þeir líka inn í erlendis í öllum þessu löndum, Danmörku og Þýskalandi, þeir tala líka sín á milli og heyrðu, við þurfum að gera þetta og þetta og þetta til að ná meðaltalinu upp. Þetta ekki bara við sem eigum allt inni, heldur þeir eru líka á fleygiferð með sín kyn að rækta þau og gera betri. Ég held einmitt þessi skýrsla náttúrulega alveg gríðarlega mikilvæg inn í umræðuna hvað getur mögulega grætt að því að flytja inn kúakyn og við þurfum bara að halda umræðunni rökin. Mér finnst svolítið umræðun neytendunar, hvað vilja þeir? Ég held að þessi stórlega ofmeti hvað neytandinn hefur að segja þetta. Ég held bara, ef ég hugsa bara minn vinahóp sem bæði bændur, ekki bændur, úr þéttbýli, úr dreifbýli. Ég held bara yfirgnæfandi meirihluti landsmanna hafi enga hugmynd hvort við séum eitthvað sér íslensk kúakyn eða ekki og bara ekkert að pæla í því. Hvort sem að kýrin rauðbröndótt eða svart skjöldótt. Ég held að bara yfirgnæfandi meirihlutin sé bara ekkert að pæla í því. En ég held hins vegar að yfirgnæfandi meirihluti sé dálítið að pæla í hvað matvaran kostar út í búð og kannski ekki síst það eru hvað fyrirtæki á landinu að pæla hvað matvaran kosta. Tökum bara Dominos, hvað kaupir það mikla mjólkurvörur af íslenskum kúaböndum ári? Hvað ef að þeir ákveða bara nú ný ríkisstjórn, hver veit hvað gerist, nýr búvörusamningar? Hvað ef að Dominos ákveða allt í einu, nei við getum bara fengið ódýru mjólk innflutta? Ætlum við þá bara,
hvað ætlum við að gera? Ætlum við bara að gefa það bara eftir og bara halda áfram bara á sömu braut og við erum, eða ætlum við að reyna að gera eitthvað? Og ég held að það sé bara að finna leiðir til þess að vera með 2 kúakyn í landinu. En ég held að bara koma þessu á framfæri og bara þakka fyrir fundinn. Dóra næst. Já, góða kvöldið og bara takk kærlega fyrir bara frábæran fund og takk fyrir að fá þennan flotta hópa fólki hérna saman til að ræða þetta á breiðum grundvelli. Ég heiti Dóra Svavarsdóttir og ég er formaður Slow Food Reykjavík og þó við segjum þetta með Reykjavík í nafninu þá erum við eina Slow Food deildin á Íslandi starfandi þannig að við erum nú all bara hérna út allt land og þeir sem ekki kannski þekkja en þá er eina grunnstoðum Slow Food hreyfingarinnar sem er alþjóðahreyfing að vernda líffræðilega fjölbreytni og vernda líffræðilega fjölbreytni í landbúnaði. Og þetta byrjar sem stefna samtakana alveg strax hérna 1988 og síðan hefur bara fókusun á það orðið sterkari og þéttari því að við gerum okkur grein fyrir því að við tínum erfðafjölbreytni í landbúnaði þá missum við segluna til að takast á við breyttar aðstæður og við vitum það að það eru yfirvofandi og bara spyrjaðar mjög breyttar aðstæður í veðri og öðru og við þannig að skylda okkar til að standa vörð íslenska kúakynið bara sem erfðaauðlind gríðarlega mikill. Það sem Slow Food hefur alltaf lagt gríðarlega miklu áherslu á er það að við verndum ekki matvæli með því að setja þau á safn. Það er ekki sjálfbært. Við verndum matvæli með því að nýta þau, með því að halda áfram að hafa þau starfandi og hafa þau í virkri ræktun og hafa þau í virkri notkun. Annars bara þetta orðin tóm og við missum niður getuna til að rækta og vera með eðlilega framfarir og til þess þarf náttúrulega sá sem er með gripina eða yrkin eða hvaða nú því þetta mjög fjölbreytt náttúrulega eins og við vitum í landbúnaði það er allur matur sem er þar undir að til þess þarf framleiðandi, bóndinn, frumframleiðandi hann þarf að fá eðlilega þóknun fyrir sína vöru og það snýst náttúrulega stóra málið að bændur verða að geta haft það sem raunverulega möguleika að draga fram lífið og fyrir sína fjölskyldu að stunda búskap. Ég held og við í Slow Food höfum bent á það bara út allan heim að það ekki endilega með því að við stökkum öll á vagninu og séum öll með sama kúakynið eða við séum öll með sömu kotttegundina. Við vitum það að það rýrir líka getur okkar til að takast á við áföll. Og stóru áskorunin sem að bændur standa frammi fyrir meðal annars, það náttúrulega bara hár fjármagnskostnaður og afurðaverð og allt þetta, en það til dæmis að það rosalega lítið nýliðun. Ég meina það grafalvarlegt mál að það sé meðalaldur bænda á Íslandi sem 66 ára, en ef við horfum til bænda til dæmis í Evrópu sem eru jú allir með hinn kúakynin, þá hann bara ekkert mikið lægri. Ég er ekki með tölun á hraðbergi, en það virðist ekki vera töfralausnin til að yngja upp í meðal bænda. Þannig að það þannig að skyldur okkar gagnvart kyninu eru gríðarlega miklar. Slow Food heldur úti í svokallaðum gagnagrunni sem kallaður Ark of Taste eða bragðörkin og við erum búin að skrá inn í það öll íslensku búfjárkynin af því að þau eru einstök á heimsvísu. Alveg eins og Egill Gautason fór út svo vel inn í með kúakynið. Og það þessi einangrun og annað slíkt og við vitum líka þrátt fyrir að við séum með mjög mikið innfluttu fóðri í dag við mjólkurframleiðslu en við vitum að íslenska kýrin getur þrifist á íslensku fóðri þó hún verði aldrei jafn hámjólta og annars því að mögulega getum ekkert alltaf treyst á það að geta flutt inn fóður. Við vitum alltaf að íslenska kýrin hún getur framleitt á því fóðri sem við getum framleitt hér á landi. Þannig að það að mörg að hyggja en bara mér finnst þetta svo frábær fundur hjá okkur og gott að við getum bara rætt saman því þetta hefur verið hitamáli gegnum tíðina og vonandi bara heldur umræðan áfram að vera uppbyggileg og eðlileg og bara takk kærlega fyrir kvöldið. Takk fyrir.
Þá það bara Gunnar næstur, ekki? Já, góða kvöldið, heyrið í mér. Já. Já, Gunnar heiti Jónsson á Egilsstöðum. Ég get alveg þakkað fyrir þennan fund, ég sé ekki ástæðu til annars, en ég vil sérstaklega þakka aðkomu Aðalbjargar Ásgeirsdóttur og Hauks inn í þessa umræðu. Ekki það að ég sé eitt á móti einhverju dramaumræðu kynið og verndargildið og slíkt og einhvern fagur gala fallega gripi eða litríka gripi í haga, allt það, þá komu þau bæði inn á blákaldan veruleika og það landbúnaðarframleiðslu á Íslandi. Hún á í vök að verjast og við höfum ekkert á hreinu með áframhaldandi tollvernd, við höfum ekkert á hreinu með búvörusamninga og bændur verða að leita allra leið til þess að halda sínu, þá ég segja, hlutfalli framleiðslunar miðað við innflutning og þetta er líka liður í því að fá ungt fólk til þess að starfa í greininni, eðlileg endurnýjun. Mér finnst eitt vanta inn í þessa umræðu, svolítið, þó að það hafi verið vissulega Aðalbjörg komin á þetta, í sambandi við innflutning á erlendu kúakinni og þá ég eiginlega fyrst og fremst að tala NRF í því sambandi sem að ég held að henti okkur hér. Það kjötframleiðslan, nautakjötsframleiðslan í landinu. Það gömul og ný sannindi að það rétt 80% af öllu nautakjöti í landinu sem framleitt í landinu á ég við, kemur frá íslensku kúnni. Við eigum ekki nóg kjöt fyrir markaðinn og við erum að tapa honum úr landi. Þetta að stórum hluta til vegna þess að það verður bara að segjast eins og að blessuð íslenska kýrin afleitt til kjötframleiðslu. Þetta vita allir og þess vegna hefur það svo sem ekki verið skemmtilegu hlutverk margra bænda til ára að raða að lóga nýfæddum nautkálfum. Þetta eitthvað sem ég held að menn kannski vildi ekkert að færi út í umræðinu. Þetta svo andstætt í starfi bóndans að taka nýtt líf og farga því. Nautkálfar af NRF-kyni vaxa á pari við angúsi. Og þarna getum við stórlega lagað þetta og gert nautakjötsframleiðsluna hagkvæmari og það okkur til vansa íslenskum bændum að geta ekki uppfyllt nautakjötsmarkaðinn. Við erum grasræktarland og við erum auðvelt að rækta og eigum nægt vatn og nægt land og þess vegna það bara ætti það að vera skyld okkar að framleiða hér gott nautakjöt eins og markaðurinn þarf. Ég get svo sem farið mörgum orðum þetta en ég man nú vel þá umræðu og þann hasa sem var hérna fyrir 20 árum rúmum síðan þegar við vorum rétt búin að ná því að flytja inn erlent kúakinn þá. Ég hugsa að mjólkuriðnaðurinn og stéttin sem slík hefði ekkert haft á móti þeim 60-70 milljörðum sem að það hefði þýtt, sem að það hefði sparað okkur á þessum tíma sem nú liðinn. Og þetta verðum við að horfa blákalt á, ætlum við að framleiða matvöru í þessu landi eða ekki. Og ég ætla bara rétt að vona það að Daði Már Kristófersson, hann komist ekki að því að það sé möguleiki að spara 3 milljarða á ári í þessu. Ég samt skítræddur það, hann glöggur, hann gæti heyrt þetta. Og ég ekkert viss að það sé endilega endalaust vilji til þess að greiða okkur fyrir það að vera með óhagkvæma framleiðslu. Þetta verðum við bara horfast í augu við og svo vil ég bara segja það á lokum. Inn í þessu umræðu, hún á sjálfsagt eftir að verða lengri og meiri. Ég ætla rétt að vona það að
þessi umræða og hugsanlegur innflutningur og vonandi innflutningur á erlendu kúakinni verði ekki til þess að kljúfa stéttina. Það er ekki það sem við þurfum. Eigum við ekki að leyfa hverjum og einum bónda aðeins að hafa sinn sjálfsákvörðunar rétt. Uppi bara með það. Það er enginn að hafa athugasemdir það hvort að menn eru að ala hér angus eða límúsin eða neitt. Og þessi umræði hér áðan að til dæmis angus uppalinn á Íslandi, hann sé ekki íslensk matvara. Ég blæs algjörlega á það. En guðanabænum haldið umræðuna áfram, en við skulum halda henni málefnalegri og við skulum ekki gleyma því, ég ætla að segja það í lokin, að við þurfum að standa vörð það að íslensku landbúnaði getur verið samkeppnishæfur við hvað? Við innflutning. Hann liggur á okkur. Hann liggur endalaust á okkur og ég hef svolítið ótta fyrir stéttina þess vegna. Takk í bili. Björgvin. Já, góða kvöldi, gott fólk. Þið heyrið í mér það ekki? Já. Það kemur ekki mynd en það gerir ekki til. Jú. En þakka bara fyrir þessi erindi. Ég var nú viðurkenna, ég var mjög bjartsýnni eftir erindi á Jón Elvar heldur en Aðalbjörgu, þá ég var nú alveg þunglyndur eftir þetta. Þá var ég að bjarga öllu, sko, en Karolína heyrði í mér í gærkvöldi að því að okkur við gengið þokkalega að halda nýtt í íslensku kúnni hérna og byrjuðum náttúrulega með mjög lítinn stofn þegar við tökum við hér í kringum 95 og voru bara ykkur 25.000 lítrar og við erum með svona 130 áskýr í dag. Svo við erum búin að kaupa svona allavega 4 hjarðir eða úr 4 hjörðum og og maður hefur svona einhvern veginn haft lag á því að eiga góð hey og vanda þetta, en allavega öll þessi skipti sem ég fengi svona gripi að þá hefur alveg orðið stökk í framleiðslunni. Jafnvel það veist úr mörg þúsund lítra þegar þetta kemst í allætis og þetta er ekki einhvern veginn endilega þannig við fáum nýtt erfðaefni inn að það gerir eitthvað svakalega mikið. Því að við eigum bara verulega mikið inni með íslensku kúna ef við vöndum okkur og hún fær gott atlæti og ég er náttúrulega með mikið að nýjum túnum hérna og vanda með sýrustig og endurræktun og mikið jarðvegssýni og heysýnum og vanda fengi fóður leiðbeiningar hjá Berglindi og svona vanafastur í ýmsu í sambandi við geldkúafóðurinn sem mér finnst lykillinn ef það var að ganga vel að það er að vanda geldkúafóðurinn og ég er að heyja gömul tún af þurru landi og sprekþurrka það og læta éta bara mikið að segja á þess að þykkni og þá er einhver megin góður gangur í þeim eftir að stálum er yfirleitt ekki þekktir hérna eða doði eða súrdóði. Það er alveg, en við fyrir tæpu ári fórum við til Færeyja og hittum öflugan kúabónda sem er með norskar kýr og hann var ekki hrifinn af þeim. Og hann getur ekki sett þær út af því hvað eru þungar. Hann talaði líka fótamein og svoleiðis skalla, svo þetta er ekki allt frábært. En ég ætla ekki að lengja þetta. Það var nú eitthvað fleira sem ég ætla að segja, en þið geti líka bara spurt ef það er eitthvað. Takk fyrir þetta. Já, Aðalbjörg er með höndina uppi. Já, ég bara, sem að Björgvin var að segja og lýsa því hvernig hann gerir þetta heima hjá sér. En Björgvin skoðar ekkert samanburðarskýrsluna þar sem að var búin til svona, hvað segir maður, ímyndað bú og allt það. Svo sért ekki bara að tala eitthvað einstakt tilfelli. Þar kom alveg skýrt fram það hvernig gripir munu standa sig á sömu fóðrun. Ég bara náttúrulega vitna bara í bóndann sem ég hitti sem átti þessa gripi.
Þetta innan við ár síðan, svo ég Nei, ég að tala og þú ert að tala að við eigum mikið inni í fóðrun og þetta sé ekki, vera ekki endilega laga með því að fá nýtt kyn, það ekkert endilega mjólka meira, en samanburðarskýrslan þarna, eða endurmata hagrænu vægi, hún setur upp í svona ímyndað bú. Ég náttúrulega bara í raunheimum, sko, og mínar skýrslur og tölur í skýrsluhaldi, þær eru bara rauntölur. Já, við verðum að treysta því að vísindamenn séu að gefa sér réttar forsendur til þess að annars ekki að marka neinar rannsóknir eða skýrslur sem gerðar fyrir okkur. Nei, veist það sem ég var líka bara bend á, ég fæ hjarðir inn í mína hjörð og það bara hoppa upp einhver 1000 lítra, en ef ég sendi gripi eitthvað annað, það ekkert endilega víst að hún mjólki 8000 lítra þar. Ég veit allt það. Ég bara spá í, en skoða hvernig þessi samanburðarskýrsla sett upp. Má ég kannski segja eitthvað við það sem það var einmitt þessi galli í rannsókninni að þú noti gamla tölur og ég veit bara úr eigin reynslu, bara úr öðru samhengi, til dæmis var þetta riðuveiki í sauðfé, að vísindalega rannsóknir eru bara það góðar, hversu góð gögnin eru sem liggja bakvið og það eru takmarkanir og bara það sem það heitir rannsókn, vísindaleg rannsókn, þýðir það ekki að það endurspeglar virkilega raunveruleikann á Íslandi. Þess vegna ég og mínu sjónarhorni myndi vilja benda á það, rannsóknir það var skoðað mjög vandlega hvort það það sem að þau getur við virkilega treyst á. Já, en ekki meira það. Kannski fleiri spurningar eða athugasemdir. Berglind. Já, ég ætlaði bara aðeins að því að var að tala neytendur áðan og við þurfum neytenda, ég er búin að fá dálítið marga gestahópa í fjósið til mín, stóra hópa, menntaskóla árgangi minn, allt voðalega vel menntað og upplýst fólk og fullt af fólki, marga Íslendinga og svo var ég nú í 19 ár að kenna við grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og hitti þar alveg fleiri 100 kennara, allt Íslendinga, og þetta sem Haukur var að segja á þann sko, ekki einasta manneskja sem ég hef hitt Íslendingur veit að íslenska kýrin landnámsgripur eða yfir höfuð að íslenska búfé sé það. Fólki bara, Íslendingar, íslenski neytendur hafa bara ekki hugmynd þetta og þegar ég segi þetta þá verða þær ekkert ofsalega uppnumdir eða spenntir eða bara wow eins og okkur finnst þetta, það bara svona já ok, allt í fínu. Ég held að ef það eitthvað sem að hreyfa við þessu blessaða fólki, vinir mínir og vandamenn í hvað, það það að sko hvað íslenski hundurinn þið veitir, því hann svo mikið krútt, en íslenska kýrin hún alveg fín sko, en fólk hefur ekki hugmynd og já, ok, ég bara svona benda á þetta, takk. Kannski eitt sem kom skriflega inn, einmitt núna næstum því samtímis, Sæunn á Lágafelli skrifar, ég með ferðaþjónustu og ferðamenn og leyfi beint frá bíli. Þetta sterkt innlegg inn í minn búskap að hafa litríka kýr og íslenskar vekur mikla athygli sem og kjötis sé íslenskt. Þannig hún greinilega með öðruvísi reynslu á þessu, bara svona bæti þessu við. Fyrir ekki að ég held að hún sé að tala útlendinga, ég að tala Íslendinga. Já, það kom ekki fram. Útlendingarnir, allir útlendingar sem ég hitti sem hafa komið hingað, þeim finnst þetta mjög áhugavert. Já. Ekki Íslendingunum, þeim eiginlega bara jú, allt í lagi en ekkert spes. Þið viss allavega það sér að benda á, þeir vita þetta ekki. Já, það kannski annar punktur þá eða bara allt annar markhópur. Ég myndi helst vilja koma með einhver atriði sem mér fannst koma ekki fram ennþá og þótt að sé komið virkilega mjög margt fram í kvöld. Bara svona til umhugsunar og þá kannski meira að segja nota þetta sem lokaorð, það margt meira sem hægt var að ræða og eins og ég sagði í upphafi, það var svona mín hugmynd að hefja umræðu núna og það hægt að halda því áfram
og líka kannski með öðruvísi áherslur á skipulagðan hátt seinna. En hafa svona í lokin nokkur atriði. Ég bara reyni að deila skjánum. Já, vonandi sést eitthvað, ég held það, það ekki. Það svona nokkur atriði sem komu fram varðandi afkomu bænda og stöðu í samkeppnishæfni og það eitthvað sem þið þekkið líklega, það sem sagt ákveðin lög eru þarna og það stendur ákveðum lágmarksverð mjólkur skal byggjast á gerð verðlagsgrundlaga fyrir búð af hagkvæmri stærð og svo framvegis. Þið getið lesið þetta sjálfir eða bara þekkið þennan texta. Með öðrum orðum, ef það myndi koma innflutt kyn og ef þetta væri hagstæðara í framleiðslu, þá myndi þetta meðalbú sem nefnt þarna í textanum breytast og þá myndi líka lækka verðið til framleiðenda. Það bara þessi grundvöllur og því sem verðið byggir. Og samkvæmt eðli málsins það þannig þó bara hluti búa myndi taka inn innflutt kyn, lítur verðlagning að miðast við hagkvæmustu búin. Þannig að það hefur áhrif á alla þótt bara fáir myndi taka inn innflutt kyn. Og hvað ef Ísland tekur upp fyrirkomulag eins og í ESB varðandi mjólkurverð, varðandi stuðningskerfi sem allt annað en hér á landi. Bara svona samanburða sem alltaf tala erlend kyn og úti bara framleiðslu þar. Þar mjólkurverðið það bil 50 cent sem samsvara það bil 70 krónum á líturinn. Og það talsverður munur við Ísland, þið vitið öll hvað það borgað hér á landi. Og það það mikill munur að það spurning, það sem myndi borga sig fyrir okkur hér, ef það myndi fara einmitt á sama hátt og þar, sem svona svo að segja þetta þessi fyrirmynd. Og þú sést líka hérna í þessu riti að það mjólkurverð var talsvert lægra meira að segja fyrir örfáum árum. Í árinu 2016 var mjólkurverð ekki nema rúmlega 25 cent. Og einlega helmingurinn af því sem í dag. Þannig að það séð mikla sveiflur og það sést greinilega að það ekki mjólkurmagnið sem skiptir máli. Það verðið sem borgað til bænda. Það þýðir bara ekki að framleiða mjög mikið ef það borgað mjög lágt verð fyrir það. Það eitthvað sem alls ekki gleymast í þessari umræðu. Hérna það svona aðeins betur bara lýst. Sem sagt, það talsverður munur á milli landa en öll þessi lönd sem við vorum að bera okkur saman við, líka Danmörk, þetta bara mjög nálægt meðaltali og þannig að það lítur ekki betur út nema hérna á Kýpur og Malta. Það einnig áhugavert og líka á Írlandi. Það svona aðeins betra verð en samt alls ekki í samræmi við það sem við þekkjum hér á landi. Þannig að nýtin sem sagt, sem slík skipta ekki máli, heitur útkoman fyrir viðkomandi bónda og hvaða rök til að vera eftir fyrir sérmeðhöndlun gagnvart stjórnvöldum ef sömu kúakyn að ræða úti en ekki lengur íslenska kýrin með sérstöðu á heimsvísu. Það vantar öll rök til að fá stuðning sem við fáum í dag. Það sérstakt og þessi stuðningu það mikill að maður finnur þennan mikla verðmun. Og það eitthvað sem maður getur tapað mjög auðveldlega og þið vitið það sem sagt núna ný stjórnvöld og það spurning hvað verður gert þar. Þannig að framtíðin alls ekki víst og alls ekki víst að það verður sama og var. Ef við tölum neytendur, það eitthvað sem mér finnst furðulegt að áhrif verslunarinnar aldrei nefnt. Neytendur kaupa hvorki beint hjá vændum nema í bara stökum tilfellum beint frá bíli en það alls ekki stórmarkaður með við hitt. Né hjá aðvörastöðum og sérstaklega verslanir setja oft mjög hátt álag á mjólkurvörur. Bara til samanburðar skýr í fötu frá Ísey 1 kíló kostar í Skagfirðingbúðinni 650 krónur. En í kjörbúðinni á Blönduósi
kostar það 900 krónur. Og það sama varan, bara svona sem dæmi, af hverju aldrei tala verslunina, að þau þurfa að draga úr tekjum. Það myndi hjálpa mikið ef bara þetta myndi breytast, bara svona sem hugmynd. En auk þess það einhver grundvallarspurning sem við erum að tala nefnilega stefnu fyrir íslenskan landbúnað, eða fyrir íslensku þjóðina sem heild. Það sem ég viljum að matvæli alltaf sem ódýrust, alveg sama hvað það kostar, viljum við það hafa þetta eins og í Evrópu víða verksmiðjubúskapur með risabú og kjötframleiðsla þannig að þetta mjög hagstætt fyrir kjötframleiðendur en ekki gott fyrir dýrin vægast það. Hvað viljum við? Viljum við fjölskyldubú eða ekki? Það eitthvað sem myndi breytast ef við tökum upp öðruvísi mælikvarða. Það byggðamál, þegar við þekkjum þetta allt, þegar bændurum fækkar, þá bara verður landið tómt. Dýravelferð nefndi ég áður og líka ekki síst gæði matvæla. Það líka mjög þekkt vandamál að til dæmis notkun á lyfjum og sýklalyfjum úti talsvert hærra en hér á landi og Ísland þar í ótrúlega góðri stöðu. Þannig að það eitthvað sem ætti að tapa ef maður hugsa eingöngu að framleiða ódýran mat. Og það eitthvað sem við þurfum að hugsa, viljum við það? Samkeppnishæfi snýst sem sagt samt ekki bara verðið. Og það eitthvað líka sem ég finnst áberandi og furðulegt að vissu leyti að þessi markaðssetning ægilega vanýtt. Eins og Berglind sagði, enginn gerir sig grein fyrir því að landnámskynin eitthvað sérstakt. Hversu margir nefnilega gerir sig grein fyrir því, það nákvæmlega þetta sem Berglind sagði og það eitthvað sem maður getur breytt. Bara með því að upplýsa fólk, markaðssetja betur, til dæmis mjólkurvörur og samt vilja flestir sjá litrika kýr á beit í fallegri náttúru. Ég held það sé samt svona samljóma hjá flestum að þeim finnst það bara fallegt og notalegt. Þessi sérstaka efnasamsetning heldur ekki nýtt rannsaka frekar sem eiginlega furðulegt. Það væri sem sagt hægt líka að nýta meira að segja á hagstæðan hátt í ostaframleiðslu. Það eitthvað sem hægt að gera betur á frekar einfaldan hátt. Valfrelsi bara kannski í lokin, það mikið talað frelsi en einmitt þetta sem mér finnst persónulega, þessi hámarksfrelsi að rækta það sem maður vill einmitt á Íslandi til í bara meira en 1100 ár núna og ólíkt því sem þekkist í öðrum löndum. Ef þið sjáu þessi kyn úti en ég sama hvað sé húakyn að ræða eða ross eða kindur, það flokka niður og það alltaf banna eitthvað. Það bannað í litir og það verður að vera ákveðið staðútlit, annars má ekki nota þennan grip sem ræktunargrip. Þetta hefur aldrei verið hér til stað, þessi hugsunarháttur. Hér hefur verið virklega frelsi. Fólk getur, hver einn bóndi getur ræktað það sem hann vill og það sem hentar honum best. Það virklega, það óhugsandi í þessum löndum sem hafa þennan staðal og vilja hafa allt eins innan kynsins. Og mér minnir það alltaf á hermenningu, það þannig að allir verður að vera eins í herinum, en það einmitt þessi hugsunarháttur sem ekki hérlandi, sem hefur alltaf fundist mjög áhugavert og mjög eftirsóknarvert. Og það það sem erlendis ferðamenn sjá. Fjölbreytileiki þess vegna menningaatriði, þessi hugsunarháttur, og það aldagömul hefð. Og það einlega, finnst mér svona mótsagnarkennt að segja að þetta sé frelsi að taka inn einmitt svona staðarkúakyn. Valfrelsi samt annað. Ef við hugsum eingöngu hér og nú og frelsi sem slíkt, þá það líka staðreynd að frelsi eins manns enda þar sem hann skadar öðrum. Og það því miður þannig að það mjög flókið að bara einlega ekki hægt að sleppa á halda. Ef einhverjir flytja inn kúakyn, hefur það áhrif á alla hina. Það staðreynd. Það bara ekki mín uppfinning eða mín skoðun. Þess vegna hvernig á að hafa tvískipt kerfi
og láta það virka, ræktarstarfsemi, sæðingastöðvar, mjólkursöfnun, ef það á að hafa sérstak verð fyrir mjólk og íslenskum kúm, það þarf að safna þessari mjólk sérstaklega, það mjög flókið. Fjósainnréttingar, ef maður með 2 kyn, þá passa einlega ekki hitt fyrir aðra, minni kýr lenda þá í vandræðum. Og það virkar bara ekki því miður líka að fara þessa hefðbundna leið, að varðveita kyn á þennan hátt að skilgreina þau sem safngrip, eins og Egill sagði líka, ef það fer svona niður í ákveðin stofnstærð, 3000 kýr, það kannski bóklega hægt að segja að þetta kyn ekki útrýmingahættu, en einmitt þessi fjölbreytileiki sem til hér, bara allir þessi litir, þetta ekki hægt að varðveita og sérstaklega verða ekki lengur nein ræktunarframför í þessum lágmarksstofni. Og þess vegna það engin leið sem sambærileg við að hafa íslenska kúna sem framleiðslukyn. Og maður verður að gera sig grein fyrir því að þetta hættuleg leið eða leiðir til þess til lengri tíma séð að þetta kyn verður bara safngripur en ekkert meira. Og maður veit aldrei heitur ef það kostar 3 milljarðir sem þá talsverður kostnaður. Það háð pólitískri stefnu hvort það verður áfram. Maður veit aldrei hvort einhver ríkisstjórn segir einhvern tíma nei, þetta of mikill, við bara sleppum þessu og þá íslenska kýrin alveg horfin og maður háður þessu. Og það eitthvað sem ég finnst vanmetið, þessi áhætta, þótt það ljómi kannski fallega svona í fyrstu bragði, en það virkar ekki, það einmitt ekki til, eins og Aðja Björg nefndi, ætti að vera til einhver góð fyrirmynd, en það einmitt vandamálið úti að það tekst ekki. Þessi kyn lenda virkelig útrýmingahættu og koma ekki aftur úr þessari gildru í rauninni. Það líka staðreynd. Já, bara í lokin, í skoðun kom kannski sker fram, ég hef þetta bara stutt. Mér finnst svona atriði kannski mætti markaðsetja þessi atriði miklu betur þessa sérstöðu sem til staðar á Íslandi, innanlands sérstaklega, en líka gagnvart ferðamönnum, nýta sér það og halda þar með hærra verð en innflutta vörur. Lykilatriði þetta að mínu mati að réttláta áfram umfangsmiklar stuðningsgreiðslur, að hafa þessa kýr sem íslenskar og 1100 ára gamlar. Þessi meintu gallarnir, það var eitthvað sem ég fannst komið einlega óvart þegar ég fór að leita með upplýsingar, eða bara afla með upplýsingar. Það komu svo mörg dæmi, ég tali miklu fleiri en þeir sem komu fram í kvöld. Það svo einfalt að leysa þessi mál, það var eitthvað nýtt. Það til dæmis það sem Björkvin sagði, það var svo sannfærandi. Það ekkert mál ef maður fer markvisst að því. Það var hitt voru spennarnir og júgerð, það var frábært þarna hjá Jóni Eðvarri, það augljóst, þetta hægt að rækta úr mjög fljótt ef maður fer öðruvísi að en að bara nota einhverja sæðinaut. Það þriðja var kálfadauðinn, það kom í ljós að það ekki allt kálfadauði sem maður hugsaði hefði, það bara drepið naut þar sem maður hefur ekki aðstöðu til að ala það upp. Auðvitað getur líka spila annað inn en það hægt að leysa. Og ekki síst, við erum núna með ný verkfæri, erfðamengjaúrval og kyngreinsæði og það eitthvað sem virkelig gjörbreytir öllu í rauninni sem hefur verið öll þessi ár. Og það finnst mér bara svo aukljós, við getum leyst allt með íslenska kyninu. Já, í lokin þetta allt stýður heildarstefnunni, nefnilega lifandi sveitir með fjölskyldubú, virksvændarsamfélag sem framleiðir holl matvæli í sátt við dýrin og íslenska náttúru. Það það sem ég vildi segja í lokin, en sem sagt, það örlíka að deyta skoðanir og við getum haldið áfram lengi, en